Ég býð ykkur velkomin til 29. funda sveitarstjórnar. Ef ekki eru gerðar athugasemdir við fundarboðið, þá býð ég Ágústu sveitarstjóra orðið farið yfir helstu mál sveitarfélagsins. Fyrirgefðu, má ég Já, heyrðu, já, eitt sé ætla að koma inn á daggjörðsfjármarkið. Nei, þeir eru velkomin að klára. Ég ætla bara að segja það að ef að fólk þarf að biðja mitt orðið eða eitthvað, þá er ágætt að segja bara nafni því að maður kannski sér ekki alltaf alla í einu, sko. Daggjörðsfjármarkið. Já, ég ætlaði bara að óska eftir að það yrði gerð dagskrárbreyting, að við myndum taka inn erindi frá foreldrafélagi leikskólans, eða frá foreldrum leikskólabarna, sem okkur barst í tölvupósti í gærkvöldi. Ok, takk fyrir það. Við erum með bókun það, sko, mál í raun, en hvað segir fundur við því að fleiri hljóma? Ágúst. Já, ég legg til að þau gögn verði látið fylgja málinu bara sem að ræðir. Það snýr að í rauninni að kannski bara 2 málum, en samt aðalega styttingu vinnutíma. Þannig að ég minna það er bara fínt að þau gögn fylgi því máli, það geta allir séð það í rauninni. Sem bara lagt það fram, fylgir það öllum öðrum gögnum sem þar eru. Mér finnst það nú bara eðlilegra. Það sem ég velti fyrir mér er bara að þetta er formlegt erindi til sveitarstjórnar og það er marklaust ef að það er tekið fyrir á janúarfundi. Það er óskað eftir að við tökum þetta til afgreiðslu eða til umræðu. Þannig að ég held að við ættum að taka þetta fyrir því að þetta er marklaust í janúar. Ágúst. Já, ég legg þá til bara að það sem sé verið látið fylgja þessu máli og sé það tekið bara upp það, eða kynnt það, sagt frá því það. Máli er númer, enda bara ekkert annað í stöðunni sjálfsög. Varst náttúrulega bara svolítið sinn. Það er mál númer, ég má finna það, með leyfi fundarins. Þeir eru kannski búin að finna það undan mér. Það er bara mál 20 og hvað? 27. Þannig að það myndi bara koma undir það mál þar og þá getum við bara kynnt það þar. Við legg það til, það er svona það er einfaldar málið, og kemur alveg fram og er sagt frá því þar. Ok, ég samþykki það, en þá þurfum við náttúrulega bara að bóka þess, að láta það koma fram í því máli. Bóka það borist. Við komum að málinu, munum eftir því. Það er ljómandi, þá er það orðið klárt. Þá ætla ég að gefa sveitarstjóra orðið og fyrir helstu mál í rekstri sveitarfélagsins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Ágústi. Ég ætla nú að hafa það svona frekar stutt. Það er nú þannig að þessi mál sem hafa verið að mest áberandi síðustu vikurnar eru í rauninni öll fyrir þessum fundi, þannig að við munum sjá við þar sem hafa verið mest áberandi í rekstri sveitarfélagsins. Það hefur þetta verið þessi fjárhagsáætlun að vinna mjög mikið í kringum hana og mörg stór verkefni. Þróun skólasvæðis á Hellu til dæmis sem er frábærlega spennandi mál og við heyrum meira þá seinna á þessum fundi og dæmis í tekið. Og síðan auðvitað öll þessi byggðasamlög sem eru þáttakendur í það sem við höfum verið
þar sem að búið að vera að funda frá því við hittum síðast og afrakstur þeirra fundar sjást þarna. En það sem við langar hins vegar til að segja líka og nota tækifærið bara að hrósa starfsfólki sveitarfélagsins fyrir einstaklega góða vinnu á svolítið skrýtnum tímum og erfiðum eins og við vitum. Það einhvern veginn gengur allt bara sinn vanagang og allir vita hvernig á að bregðast við þegar kemur ný bylgja af þessum faraldri og þá bara fletta menn upp í hvernig við gerðum þetta þegar þetta var síðast og það einhvern veginn hefur allt gengið. Auðvitað allir aldrei hundleiðir á þessu og að Zoom-fundi séu ágætið að þá hlakka flestir til að hitta og umgangast og hittast og það eins með sveitarstjórann og annað starfsfólk sveitarfélagsins að það verður gott þegar þetta verður liðið hjá. Og nú það nú bara svona vonandi að fara að gerast þegar við fáum bóluefni. En síðan vil ég bara segja það að við höfum verið að undirbúa fréttabréf sveitarfélagsins svona með svipuðum hætti og við gerðum í vor. Það er að segja rafrænt fréttabréf og það kemur líklega út bara í dag ef markaðskynningafulltrúin að leggja loka hönd á þetta. Þannig að við munum dreifa því í gegnum bara okkar miðla og það bara PDF-skjal í rauninni, við erum ekki að prenta þetta. Heldur gerum þetta bara svona eins og síðast. Og þar náttúrulega aragrúa fréttum úr sveitarfélaginu frá stofnunum okkar og verður gaman að geta dreift í þannig að koma upplýsingum til fólks. Annars þakka ég bara fyrir mig undir þessu lið. Takk. Já, takk fyrir þetta. Við göngum þá til dagskrár og fyrsta mál byggðarráð Rangárþings ytra. Fundur vísað til umfjöllunar einstakra liða en fundargerðin öðru leyti staðfest. Tekill liður 1.3.1. Framlenging samstarfssamning Markaðsstofu Suðurlands. Niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra. Dagný Hulda Jóhannsdóttir komin á fundinn og kynnti starfsemi Markaðsstofu Suðurlands og nú færð að bestu þakki fyrir greinargóða kynningu. Tillaga að samningurinn milli Rangárþings ytra og Markaðsstofu Suðurlands verði endurnýjaður óbreyttur til árunna 2021 til 2023 og miðar við 430 krónur á hvern íbúa ári. Það verður laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Þetta flott, við fengum flotta kynningu og það virðist vera að Markaðsstofan sé að gera bara mjög góða hluti. Ég legg til að við setjum inn tölu, við erum með 430 krónur og hvern íbúa, við ættum að setja hvaða tala, hver heildartalan sem við styrkjum Markaðsstofuna sem greiðum til Markaðsstofu á komandi ári. Því það svolítið upplýsandi að þetta séu milli 700–800.000. Það var þá miðað við íbúafjölda núna 1. des eða svona allavega áætluð tala. Takk. Takk fyrir það. Það verður ekki bara hægt að bæta því undir þessa bókun. Þessa tillögu. Ágúst. Já, svo vel. Já, mér finnst vel á það og þetta væri þá, við erum cirka 1750, þetta nú aðeins að rokka frá degi til dags, eða viku til viku, en þetta væri þá í kringum 750.000 krónur. Þannig að ég bæti því bara við. Steindór var aðeins undan. Það er bara örstutt að þakka fyrir kynninguna. Það er svona eins og í flestum málum eftir því sem kynningin er. Það var einmitt, við spurðum út af því að við vildum svona vita hvað væri verið að gera. Kynningin frá henni, Dagný, var mjög góð og svona styrkti mann í því þá að halda þessu samstarfi áfram. Það virðist vera að gera góða hluti. Og ég veist það er meira svona upplýsandi að fá heildarupphæðina, þannig að það er gott að fá það undir. Takk. Já, gott, takk fyrir. Margrét Harpa. Já, ég ætlaði bara, þetta var svona svipuðum nótum sem ég ætlaði að tala en það er líka þetta mitt að við erum náttúrulega bara að gera mjög vel þá í kynningu á sveitarfélaginu því að við erum náttúrulega með heilt stöðugildi sem er í að kynna sveitarfélagið, markaðs- og kynningafulltrúa og svo þetta að auki, þannig að þetta er flott. Erum að gera vel þarna.
takk. Já, takk fyrir það. Það er alveg sannlega rétt. Þetta er bara mjög gott fast verk. Þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Hálfið 2, stjórn Suðurlandsvegar 1-3 HF og það er fundargerðlega fram til kynningar. Liður 3, skipulags- og umferðarnefnd. Að venju lesi þetta bara yfir allt saman og svo staðfestu heild sinni í lokin og þið gefið bara merki að þið viljið stoppa við einhvern einstaka lið. Liður 3, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Vísað til umfjöllunar einstaka lið en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 3.1. Minnivelli landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirheit á lóðum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Liður 3.2. Gaddstaðir 1. Stækkun lóðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Erindum frestað og óskað frekari gagna. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 3.3. Stokkalækur, Potthóll, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhuguð heiti á lóðum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Liður 3.4. Keldur, landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landskipti né fyrirhuguð heiti á lóðum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. 3.5. Þétting byggðarlausar lóðir. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að núverandi leiksvæði Baugveldi verði aflagt því og fært á nýjan stað samkvæmt samþykktu skipulagi öldusvæðisins. Samkvæmt því deiliskipulagi er leiksvæðið ætlað á milli Langöldu 20 og Baugveldu 25. Samhliða leggur nefndin til að núverandi leiksvæði Baugveldi verði gert að 2 íbúðalóðum með aðkomu frá Baugveldu. Göngustígur verði settur á milli lóðanna svo komast megi óhindrað frá Bolöldu og norður úr. Nefndin hefur einnig skoðað möguleikann á að þétta byggð og telur að leiksvæði skuli vera Bergöldu megin norðan við blokkina að Fossholti. Á svæði við Breiðholduna yrði þó gert íbúðarlóð með aðkomu frá Breiðholti. Sveitarstjórn hefur fjallað framkomnar hugmyndir og tekur undir með skipulagsnefndinni. Sveitarstjórn telur eðlilegt að framkomnar hugmyndir verði kynntar á opnum íbúafundi áður en lengra haldið. Sveitarstjórn falið að undirbúa slíkan fund með skipulagsfulltrúa og vinna samhliða að kynningu á skipulagsmálum almennt á svæðinu. Ágúst. Ágúst. Já, þetta er spurning hvort það höfum ekki bæta við þarna þessa afgreiðslu að senda þessar hugmyndir líka til skoðunar hjá Heilsu, íþrótta og tómstundanefnd sem er með þetta leikvelli í sínu erindisbréfi. Sást yfir það. Það var það með spurning hvort þau ekki mikið senda þetta líka til ungmennaráðs. Og þá var ég fyrst og fremst að hugsa þetta með leiksvæði. Hvort þau ætlum að bæta því við. Ég legg það til. Já, ég held að það sé bara mjög gott að fá góða umræðu þetta og besta kynningu. Það eru allir sammála því. Margrét eitthvað? Nei, Steindór, Hjördís, Steindór. Ég var bara að greiða atkvæði. Þú varst að greiða atkvæði, já. Þá er þetta bara samþykkt. Ég held að allir fara að tala. Þá er þetta bara samþykkt. Þessi breyting. Þá liður 3.6. Suðurlandsvegur 1-3. Umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir
við fyrirhugaða staðsetningu á skilti, tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er það samþykkt samhljóða. Liður 3.7. Lúnansholt 6. Lóð B2 ósk breytingu á landnotkun. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að ekki séu nægar forsendur fyrir því að gera breytingu á landnotkun og lóðum innbyrðis innan skilgreinda frístundasvæða ef það liggi ekki að jaðri viðkomandi svæðis verða þar með umluktar frístundalóðum. Nefndin getur ekki fallist á ósk umsækjanda. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er það samþykkt samhljóða. Liður 3.8. Hafsjáleiga land 4 deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykki jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er það samþykkt samhljóða. Liður 3.9. Gjáin breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis og hefur engin áhrif á aðra en lóðahafa og sveitarfélagið. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og telur enga ástæðu til grenndarkynningar vegna staðsetningar á lóðinni gagnvart öðrum íbúðum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.10. Viðauki við landsskipulagsstefnu 2015-2026. Tillaga til kynningar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Lagt fram til kynningar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.11. Skammbeinsstaðir 1D deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.12. Lækjartúnslína 2 og Selfosslína 2. Umsókn framkvæmdaleyfi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimild verði veitt fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis á grundvelli heimilda innan aðalskipulags Rangárþings ytra þar sem skilgreind er lagnaleið á umræddu svæði. Niðurstaða nefndarinnar er að umrædd lagning rafstrengs sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í 2. viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki hafa mati á umhverfisáhrifum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.13. Bakkaflöt deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.14. Klettamörk breyting á landnotkun.
Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.15 Sultartangastöð deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. 3.16 Grásteinn deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra lagt fram til kynningar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.17 Hella miðbæjarskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Sveitarstjórn hefur fjallað framkomna tillögu. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu til auglýsingar og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Samhliða auglýsingu verður haldinn opinn íbúafundur til samráðs og kynningar á fyrirliggjandi áformum. Sveitarstjóra verður falið að undirbúa slíka fund með skipulagsfulltrúa og vinna samhliða að kynningu á skipulagsmálum almennt í sveitarfélaginu. Og það marga taka. Já, má ég aðeins koma þarna inn þar sem ég sat í þessum vinnuhópi. Það verður bara fróðlegt að sjá hvernig íbúum líst á þessa nýju tillögu. Það er margt gott búið að gera í þessu. Eitt sem ég velti fyrir mér einmitt í þessari tillögu, það er að það er gert ráð fyrir ansi mikilli aukningu bílastæða, miklum fjölda bílastæða meðfram Suðurlandsvegi. Sem sagt frá núverandi bílastæðum við Suðurlandsveg, þarna við miðjuna og alveg út að Kanslara nánast. Ég hef efasemdir hvort að sveitarfélagið eigi að setja fjármagn í öll þessi bílastæði. Því að það eru til dæmis bílastæði sem fylgja lóðum hérna, skipulögðum lóðum hérna í miðbænum og eins líka hérna bak við Suðurlandsveg. Þar er ófrágengið plan og ófrágengið bílastæði. En varðandi með þessi bílastæði, þetta kostar bæði að gera þau og eins líka að moka þau og viðhalda. Þannig að þetta er svona mínar efasemdir sem ég hef. Hvort það sé hægt að gera eitthvað annað við þetta svæði. Þess vegna bara hafa þetta grænt svæði eða hvernig sem það er. Þá viðhaldsfrítt líka, þannig að þurfi ekki að vera sláða í lón og dón. En það verður bara fróðlegt að sjá hvaða sýn íbúar hafa á þessu. Takk. Takk fyrir þetta. Ég ætla ekki einmitt eitthvað svona sem kemur kannski út úr þessari vinnu einmitt. Hugmyndavinnu. Það er bara besta mál, en þá held ég áfram og þetta er samþykkt samhljóða. Liður 3.18 Minnahóp, breyting og landnotkun íbúðasvæði. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd hefur móttekið ábendingar Skipulagsstofnunar frá 3. desember við tillögu að breyttu aðalskipulagi og fjalla þær. Skipulagsnefnd telur að búið sé að taka tillit til allra kominna athugasemda og ábendinga. Skipulagsnefnd samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. grein skipulagslaga númer 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 3.19 Minnahóp, deiliskipulag íbúðalóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd hefur móttekið ábendingar og athugasemdir Skipulagsstofnunar sem barst með tölvupósti 3. desember síðastliðinn við tillögu að deiliskipulagi og fjallað þær. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er það samþykkt samhljóða. Þá komum við lið 4. Brunavarnir Rangárþingssýslu.
67. stjórnarfundur, fundargerð og fjárhagsáætlun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Brunavarnir Rangárvallasýslu DS fyrir 2021. Og orðið laust. Ekki hvað þessu hljós og þeir sem geta samþykkt fjömerki. Það samþykkt. Yngvi líka. Já. Liður 5, hálendisnefnd, 7. fundur, fundargerð 312/2020 og fjárhagsáætlun. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir hálendisnefnd Rangárþings ytra 2021. Það er laust. Þess sem geta samþykkt fjömerki. Og það er samþykkt. Liður 6, Bergrísin BSA fundur 2020, ársreikningur 2019 og fjárhagsáætlun 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Bergrísin BS 2021. Orðið laust. Ágúst. Ágúst. Oddviti, ég þarf að taka við orðið fyrr, en ég er bara sem sé bent á að þetta var héraðsnefnd sem við vorum með áðan, þetta númer. Fyrirgefðu. Númer 5 bara, en það held að allir átt að sjá því. Já. Takk. En ég þarf ekki að tala undir þessum lið að öðru leyti. Ok, takk fyrir það. Þá er það liður 7. Fjallskíladeild Landmannaafréttar, fundargerð frá 9.11.2020, fundargerð lögframandi kynningar. Liður 8. Hugrún, fyrir. Númer 6, Bergrísin, það var ekki búið að samþykkja það eða sem sagt, það var ekki búið að... Rétt hönd. Já, akkurat. Afsækið, það er auðvitað þegar var þarna fórum eitthvað að tala, en þeir sem geta samþykkt lið 6 gefa merki. Okay. Þá vorum við í lið 7 og það, svo ég var búinn að lesa það var lagt til fram til kynningar. Liður 8, umgengni í Aldamótaskógi, erindi frá Skógræktarfélagi Rangæinga. Aldamótaskógur á Gaddstaðaflötum með samstarfsverkefni Skógræktarfélaga frá Lónagnúpi í austri að Kjalarnesi í vestri, en alfarið í umsjón Skógræktarfélaga Rangæinga. Lagt fram bréf frá Skógræktarfélagi Rangæinga þar sem líkt er áhyggjum af umgengni í Aldamótaskógi. Bæði þar bent á umgengni við gömlu námuna þar sem dæmir að úrgangur hafi verið skilinn eftir sem ætti frekar heima hjá Sorpinu og Strönd og eins bent á frjálsan akstur vélhjóla á svæðinu. Stjórn félagsins hvetur til þess að unnið verði að umbótum til framtíðar og býður fram samstarf við sveitarfélagið í þeim efnum. Tillaga að fela sveitarstjóra að funda með fulltrúum Skógræktarfélagsins og leita samráðs úrbætur í málinu. Það er rétt að benda á að unnið að undirbúningi að sérstöku æfingasvæði fyrir vélhjólaíþróttir í samvinnu við nýstofnaða akstursíþróttadeild innan vébanda Ungmennafélags Heklu. Sveitarstjóri skýrir minnisblaði málið á aprílfundi sveitarstjórnar. Og orðið laust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Ég bara vona að þetta, eins og þessi vinna varðandi vélhjólaíþróttirnar, gangi vel fram, þannig að vonandi verður hægt að bjóða eitthvað næsta sumar, verður hægt að gera eitthvað næsta sumar. En eins líka varðandi þessar námur þarna, gömlu námur. Þetta er bara tími til komin að taka til þarna og gera þetta huggulegt, því að skógurinn er mjög huggulegur eins og hann er. En það má bæta og mér líst bara vel á þetta og þakka bara fyrir þetta erindi. Já, takk fyrir þetta. Þetta var mjög þarft og þetta er bara hluti sem við höfum að gangi í næsta sumar. Og þeir sem getur samþykkt þessu tillögu kemur. Það er samþykkt. Liður 9, svæðisskipulag fyrir Suðurhálendið.
Fyrir liggur minnisblað frá starfshópi og verkefnastjórn framhaldsvinnu við gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið. Tillaga að sveitarstjórn samþykkti eftirfarandi. Áfram verði unnið að gerð svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið og að skipting kostnaðar sveitarfélaga byggi á meðfylgjandi töflu og starfsreglum sem voru kynntar á fundi starfshópsins þann 18. nóvember síðastliðinn. Í samstarfi við skipulagslög verði skipaðir 2 aðalmenn og 2 til vara í starfshópnum sem vinnur að gerð svæðisskipulagsins. Aðalmenn fyrir hönd Rangárþings ytra verði Ágúst Sigurðsson og Steindór Tómasson og til vara Björk Grétarsdóttir og Magnús Hrafn Jóhannsson. Þá muni ráðgjafar Eflu leiða vinnuna við gerð svæðisskipulagsins, einnig vill sveitarstjórn lýsa yfir ánægju með þá góðu vinnu sem lögð hefur verið í verkefni til þessa. Og orðið laust. Steindór. Já, ég hef því miður ekki geta sýnt þessu eins og ég hefði viljað bara vegna vinnu og annað. Það verður svolítið leiðilegur fundatími á þessu en ég ætla nú að þrjóskast við að reyna að vinna þessu í framhaldinu en ég vil bara taka undir þessa bókun sveitarstjórnar að þetta mjög góð vinna þarna og hefur svona verið skilverkari hef ég séð. Ég hef náttúrulega lesið í gegnum þetta þegar það búið að splitta þessu upp í svolítið minni hópa og það svona bara búið að vinna þarna mjög góða vinnu og það verður bara spennandi að fá að komast inn í það í framhaldinu. Takk. Það bara mjög gott. Fleiri? Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Samþykkt samhljóða. Liður 10. Samþykktu fráveitu og rotþró í Rangárþingi ytra til samþykkt. Já. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrirliggjandi samþykktir fráveitu og rotþró í Rangárþingi ytra. Orðið laust. Ágúst. Já, átti kannski bara að nefna það að þetta hefur verið unnið í samstarfi. Þetta sem sé með Rangárþingi eystra. Þetta rotþróamál hefur verið þróað þannig í samstarfi og sömulegis þessar samþykktir þannig að þær eru í rauninni samhljóða og það gildi fyrir sig sveitarfélagi. Af því þetta er nú heilmikill pakki þá er búið að kannski ágætt að vita það að búið að lesa það nokkuð vel í gegn og vonandi er þetta bara í skotheldi. Mjög gott, takk fyrir það. Margrét Harpa, svar. Já, takk fyrir þetta. Það er náttúrulega nýlunda að við séum farin að taka gjald fyrir rotþrær en í rauninni er það náttúrulega lögbundið hlutverk orðið sveitarfélaga að gera þetta, að sjá tæmingu á rotþróm og koma úrgangnum í viðeigandi farveg. Þannig að ég held að þetta sé bara hagkvæm lausn fyrir íbúa og ég vona bara að fólk sé sátt við þetta. Að borga þetta gjald. Takk. Já, takk fyrir það. Takk fyrir svar. Sko, við verðum líka aðeins að skoða, af því að það nú verið að tala hérna tæmingu á 3 ára fresti. En það nú bara þannig að því miður að þá eru rotþrær sem settar voru upp hérna niður frá í Þykkvabæ. Það eru allavega einhverjar fræ sem eru þannig að það þarf að tæma þær á 1 árs fresti því annars bara fyllist og stíflast. Því að það voru settar sumarhúsar rotþrær fyrir íbúðarhús. Þannig að þetta verður svona líka aðeins að hugsa hvernig eigi að bregðast við því, sko. Menn hafa þurft að sjá að náttúrulega bara láta tæma þetta sjálfur, sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Það kemur fram að við minnir í þessum samþykktum að þær eru tæmdar eftir þörfum og á minnst 3 ára fresti. Þannig að það er brugðist við því að það þarf að gera þetta oftar. Margrét Harpa, gera svar? Já, það er líka einmitt gott að hafa þetta ákvæði ef að fólk óskar eftir annarri tæmingu utan hefðbundinna tæminga þá kosti það bara vist. En við hljótum náttúrulega líka að skoða þegar 3 ára reynsla er komin. Hvort þetta sé of sjaldan gert eða títt, það hlýtur að þurfa að endurskoða þetta bara svona þegar einn hringur er búinn.
Þannig að ég allavega myndi svona hafa það í huga. Takk. Já, takk fyrir það. Já, ég held að þetta sé svona verkefni sem við erum bara að vera að byrja á og ég held að það sé ekkert meitlað í, ekki djúpt í stein allavega, þannig að þetta er bara í endurskoðun eftir skoðu reynslan. Þannig þá ef það er ekki fleiri, þá er þeir sem geta samþykkt þetta bíómerki. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 11, gjaldskrá 8BS 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti við sitt leyti gjaldskrá 8BS 2021. Orðalaust. Var það eitthvað? Já, það er kannski á við þennan lið og komandi liði þar sem við erum að samþykkja gjaldskrár. Það væri kannski bara fróðlegt að yrði svona sagt hvað væri lagt upp með, hvað hækkunin er. Takk. Já, takk fyrir það. Já, Ágúst. Já, þetta kemur þetta fram í gögnum sem fylgja með sjálf og sér, en það er þannig bara almennt með alla gjaldskrá að það er miðað við 2,5 til 2,8% hækkun þar sem hækkanir að ræða, en það er sem sé ekki farið upp í verðbóta eða vísitöluhækkun sem væri hærri, en síðan er þó nokkuð gjöldum sem er bara alveg óbreytt frá fyrra árið. Það á við sem sé til dæmis íþróttamiðstöðina, það sem eru einstakir miðar og slíkt er algjörlega óbreytt frá fyrra ári og á að koma fram í sem sé þeim gögnum sem fylgja með. Þannig að fólk geti kynnt sér þetta alveg í þaula. Takk fyrir þetta, Geir Fjölstendur. Já, takk. Ég var bara að spá í með eins og til dæmis gjaldskrá mötuneytis. Nú eru gjaldfrjálsar máltíðirnar. Ég bara velta fyrir mig svona ef einhver sem ekki þekkir til væri að kynna sér þetta. Þú veist, er bara sem hugmynd hvort að það þyrfti að setja það undir neðst í gjaldskrána kannski meðan það reglur í gildi að það sé eins og staðan í dag. Sem sagt gjaldfrjáls mötuneyti í grunnskólum. Af því að það kemur ekki fram í rauninni, það hefur nú fundist eðlilegt og mér finnst það eðlilegt að hafa gjaldskrá, þetta er ekkert endilega endanlegt sko. Hvort að það gæti verið gott að hafa það undir bara í einni málsgrein setningu að sem sagt, þetta sé gjaldfrjálst og þá gæti að segja þetta ári eða þetta skólaári sem þetta er sko. Að það liggi bara alltaf fyrir að ef ykkur er að lesa þessa gjaldskrá, þó hann getur örugglega séð eitthvað annars staðar að sé ekki gjaldgreitt eins og er, þess að foreldrar eða forráðamenn þurfa ekki að greiða fæðisgjöld fyrir börn eins og staðan er núna. Það væri rétt að hafa þarna undir, bara að velta þessu upp. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Já, Ágúst, Guðsvöld. Já, ég tek bara undir það, þá verður að hafa það stjórnum með þarna undir. En það er sem sé eins og Steindór nefndi að þá þykir rétt að hafa bara þessa gjaldskrá. Þetta gildir náttúrulega fyrir bæði sveitarfélögin sem eru aðilar að 8 og þau geta í sjálfu sér haft sitt hvort haftin ávarandi síðan og hafa haft það stundum í sambandi við til dæmis matinn og þá er það greiðsla sem kemur sem styrkur í rauninni á móti annars staðar í bókhaldinu í sjálfu sér, en það er auðvitað ekki því til fyrirstöðu að setja það þarna, en það þyrfti þó væntanlega að vera upplýsingar frá báðum sveitarfélögum. Já, þetta er auðvitað byggðasamlag, en beinum við því ekki bara til 8, eða já, Er ekki- Gjörðu svo, Margrét. Já, það væri náttúrulega líka bara hægt að setja þetta inn á heimasíðunni þar sem gjaldskráin er, að þá bara setja frá klausu frá okkar sveitarfélagi. Það er alveg hægt að hafa þetta bara þar undir, setja bara smá texta að árið 2021 þá greiðir Rangárþing ytra fæðiskostnað fyrir börn í grunnskólum. Vilja. Ekki bara upplátt, það er að gera svoleiðis. Þá voru því komið áfram og þeir sem
hefur ekki fleiri sem að kveða sér ljós, þá að þeir sem geta samþykkt þetta, þá gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er lið 12, gjaldskrá íþróttamiðstöðva 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir íþróttamiðstöð árið 2021. Áreiðalaust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Samþykkt samhljóða. Liður 13, gjaldskrá sorpstöðvar 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir setleiti gjaldskrá fyrir sorp og Rangárvallasýslu BS 2021. Áreiðalaust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 14, tillaga að öðrum gjaldskrá í Rangárvalli Gitra 14.1 gjaldskrá fyrir fráveitu og rotþrær. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir fráveitu og rotþrær 2021. Orðalaust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 14.2 gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti gjaldskrá fyrir hunda og kattahald 2021. Orðalaust. Það stendur gera svo vel. Það er mjútitækjum. Ég heyri þér sko. Ég var bara að velta fyrir mér einmitt með þetta, ég hefði kannski hægt að gera fyrr en núna á fundinu. En það hefur búið að vera svona síðan 2011, en hvort það sé að því að svona gjöld eiga endurspegla bara raunkostnaðinn, en inn í þessum reglum ég hef verið að skoða annars staðar, þetta er nú yfirleitt ekki annars staðar, þá er þessi þarna í D-lið að ef það hefur lokið grunnnámskeið í hundauppeldi viðurkenndu af sveitarstjórn Rangárþings ytra, að þá megi veita 25% afslátt á gjöldum. Það er sem sagt af þá A og B, það er sem sagt af hundagjaldinu og handsömunarkostnaði, og hundur ættir kannski ekki að fara ef það er búið að kenna honum vel, þá ætti hann ekki að vera að rjúka í burtu, en hvort það svo sagt af því að þá er afsláttur kominn sem einhver væntanlega þarf að borga ef þetta endurspeglar bara raunkostnað. Hvort að það sé ástæða næst að hafa þetta í huga, að taka það út, og eins er þarna með dvalarkostnaðinn, það væri kannski betra að hafa það ákveðna upp. Ég hef svo skoðið í Árborg og víðar, þá er oftast einhver ákveðin gjald, munum þessi 2600 það bil þessi sólarhringskostnaður á hund. Þannig að það væri kannski betra að í staðinn fyrir að segja að auki skal greiða þann kostnað sem leggst vegna dvalar eða geymslu, að það væri kannski gott að hafa það í ákveðinni tölu. Þetta er svona meira til umhugsunar kannski fyrir næsta ár, hvort það sé ástæða til að breyta þessu, skoða þetta kannski eftir. Þannig að þetta endurspegli raungjaldið eða sveitarsjóður. Þeir sem ekki hafa hund eða kött séu þá ekki að niðurgreiða kannski gjöld fyrir þá sem vilja hafa þessi húsdýr sér til skemmtunar. Takk fyrir. Þetta já, ljómandi innlegg. Þetta kannski bara huga fyrir næsta ár, já, eins og þú segir. En þeir sem geta samþykkt þetta svo lítur út, skemmerki. Þetta er bóttinn út hjá mér. Það er samþykkt. Þú ert ekki mjút, Stendur. Nei, ég er það. Það er að lið 15, tillögur álagningarprósentum, afsláttum og gjaldskrám fyrir árið 2021. Gildi frá 1. janúar 2021. Það er spurning hvort að ég megi lesa hana liði og þeir stoppið mig bara en samþykkjum heilt sinni bara restina. Hvað segir það? Ok, þá lesa út því bara bjömerskjur eitthvað er. Og það er útsvar, lið 1, útsvar 14,52%, 2 fasteignaskattur, A 0,36% af fasteignamati, íbúðar og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafærslulöndum í dreifbýli og jarðeignir, íbúðarhús og mannvirki
á íbúðarjörðum sem tengdu landbúnaði, öll hlunnindi og sumarbústaðir ásamt lóðarleiguréttindum. B. 1,32% af fasteignamati, sjúkrastofnanir samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn. C. 1,65% af fasteignamati, allar aðrar fasteignir svo sem iðnaðar, skrifstofu, verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu. 3. Lóðarleiga 1% af fasteignamati lóða í eigu sveitarfélagsins, þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu í krónutölu á hvern fermetra lóðar við sérstakar aðstæður. 4. Vatnsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 5. Auka vatnsgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 6. Tengigjöld í vatnsveitu Rangárþings ytri og Ásahrepp eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 7. Fráveitugjald á Hellu er 0,25 af fasteignamati hús og tilhörandi lóðar. 8. Gjöld fyrir tæmingu rotþróa eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Liður 9. Sorphirðu og sorpeyðingargjöld samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar liðar númer 1, 3, Gjalddagar liða númer 2, 3, 4, 7 og 9 eru 1., 2., 1., 3., 1., 4., 1., 5., 1., 6., 1., 7., 1., 8. og 1., 9. 2021. Þar sem fasteignagjöld eru samtals 35.000 krónur eða lægri skal þó aðeins vera einn gjalddagi 1.5.2021. Einnig gefst aðilum kostur á að greiða fasteignagjöldin í einu lagi og skal gjalddagi vera eigi síðar en 1.7.2021. Eindagi er síðasti virkidagur í sama mánuði og gjalddagi. Fasteignaeigendum 67 ára og eldri og öryrkjum 75% og meira sem búa í eigin íbúðarhúsnæði skal veittur afsláttur af fasteignaskatti og fráveitu og rotþróagjaldi ef af viðkomandi íbúðarhúsnæði samkvæmt reglum samþykktum af sveitarstjórn. 10. Hundaleyfisgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. 11. Byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu og úttekta og mælagjöld skipulags- og byggingarnefndar og skipulags- og byggingarfulltrúa leggjast á samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjalddagar eru dagsreikninga og eindagarnir eru 30 dögum síðar. Að öðru leyti gilda lög tekjustofna sveitarfélaga og gjaldskrár viðkomandi tekjulista. Samþykkt þessi álagningarprósentur, afslátt og gjaldskrár skal birta á heimasíðu Rangárþings ytra. Það er laust. Sem geta samþykkt G-merki. Og það er samþykkt samhljóða. Tillaga að reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega árið 2021. Lögð fram tillaga að reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2021. Það er laust. Þessi geti samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 17. Rekstraráætlun sorpstöð 2021 til staðfestingar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir sorpstöð Rangárþingssýslu BS árið 2021. Það er laust. Þessi geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 18. Rekstraráætlun 2021 tónlistarskólinn. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir tónlistarskóla Ranganga BS rekstrarárið 2021. Það er laust. Þessi geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 19. Fjárhagsáætlun vatnsveita 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir vatnsveitu Rangárþings ytri og Ásahrepp BS fyrir rekstrarárið 2021. Það er laust. Þessi geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 20.
Rekstraráætlun 2021 ODBS. Tillögur að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir ODBS rekstrarárið 2021. Orðalaust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Þarna kem ég inn á það sem ég óskaði eftir að tekið á dagskrá, meðal annars þessi liður, þetta erindi sem við fengum frá foreldrum leikskólabarna ODBS, barst í gærkvöldi, þar sem þau mótmæla þessari skerðingu að það eigi að loka, það í forsendum þessara rekstraráætlunar þá er gert ráð fyrir að það eigi að loka skóladagmili og leikskólum klukkan 3 á föstudögum og eins líka eigi að sleppa við akstursstyrki sem var sérstakt átaksverkefni sem átti að gilda fram á sumar til að laða að fólki í leikskólana, að það væri ekki þarna inni. Ég get ekki samþykkt þetta núna þegar ég samþykkt þetta í Odda, en þegar þetta var tekið fyrir í Odda þá var náttúrulega sem sagt rekstraráætlun eða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins ekkert komin upp á 10. Við höfum verið mjög sein í þessari vinnu núna og þegar maður sér heildarmynd þá myndi ég vilja setja meira í Odda, bara við sem sveitarfélag tækjum þá ákvörðun að halda betri þjónustu úti og klára þetta átaksverkefni. Þetta er ekki stórar tölur þarna í, en auðvitað er þetta stórar tölur, sem sagt, þetta er ekki stórar tölur ef maður horfir á heildarmyndina. Þannig að, já, ég á erfitt með að samþykkja þetta í sveitarstjórn þegar ég sé útkomu sveitarfélagsins. Við erum náttúrulega með hagnað af sveitarfélaginu, það er ekki með 123 milljón króna hagnaði, minni mig, það kemur þarna á eftir. Og ég held að við ættum að skoða allavega hvort að við getum ekki aukið framlagið þarna inn. Ég sé þarna núna á skjánum, við sjáum þannig jú öll, að þarna er tillaga að bókun sveitarstjórnar sem að við nú erum ekki búin að sammælast en það er gert ráð fyrir í rauninni að akstursstyrki til leikskólastarfsmanna haldi áfram, að klárist þetta átaksverkefni, það klárist fram á sumar. Ég get ekki heldur séð að forstöðumenn í Odda nái að finna þetta fjármagn einhvers staðar án þess að fá meira fjármagn frá sveitarfélagum. Það var skorið ofboðslega niður í Odda. Allir rekstrarliðir voru gjörsamlega teknir inn að beini og mikið yfirvinna skorin af, þannig að það er búið að skera ofboðslega mikið af. Þannig ég get ekki séð að það sé þarna allt í orðið svigrúm fyrir 6 milljónir. Ég leiðrétti mig að talan er vitlaus, en ég get ekki séð að það sé svigrúm án þess að við leggjum meira fjármagn í sveitarfélögin. Takk í bili. Takk fyrir þetta. Hugrún, til svar. Já, takk fyrir. Mér langar bara að því þú minntist á, Margrét, með það að loka leikskólum og skóladagaheimili klukkan 3, þá á náttúrulega ekki að vera neitt kostnaður við það, engin aukakostnaður. En það er líka, mér finnst það svolítið tilheyra hinum liðnum í málinu. Þetta mál, það að varðandi, mér finnst það ekki eiga við þennan lið, en varðandi akstursstyrkina, að þá voru þetta 6 milljónir á ári, er það ekki rétt hjá mér, Ágúst? Minni það. Ágúst, Ágúst, við orðið bara þegar komið að mér. Gjörðu vel, Ágúst. Já, ég kannski byrja að segja, svara bara Hugrúnni, og það var miðað við það, og þetta væri þá út árið í rauninni, þannig að þetta er eitthvað 3 milljónir. Eða þetta er klárað bara eins og þessi tímabundni samningur hljóðaði upp á að hann væri út í júlí. Mér langar líka kannski bara aðeins svona almennt að fara yfir þetta, svona við áttum okkur á hvernig þetta hefur verið unnið. Þetta er náttúrulega þannig að fræðslumálin eru 51% af útgjöldunum og þetta er langstærsti liðurinn. En ef maður skoðar hvernig þetta endaði nú hjá okkur þegar forstöðumenn voru búin að vinna með okkur í þessu, þeir eru náttúrulega staðið sér ótrúlega vel í því allir.
að þá þetta nú þannig að fræðslu- og uppeldismálin eru með 99,3% af fjárhagsáætlun ársins 2020 og þannig að það hefur nú ekki verið skorið inn að beini en virkilega hefur samt verið gert ýmislegt í því að þrengja svolítið af og fresta og slíkt. Fyrstu hugmyndir fjárhagsáætlun fyrir 8 BS voru hér yfir 100 milljónum hærri heldur en þetta endaði svo í. En það hefur enda verið þannig núna á hverju ári frá því að 8 byrjaði að þá höfum við lagt í þetta til viðbótar það byrja 100 milljónir, tæplega 100 milljónir. En svona gróft sé getum við sagt það, svona tæplega 100 milljónir sem við höfum aukið við fjárheimildir 8 á hverju ári. En það hefur gengið vel og þetta hefur bara, við erum bara ótrúlega öflugt sveitarfélag og okkur hefur gengið vel að reka sveitarfélagið og það atvinnulífið hefur verið öflugt hér og það við höfum haft þó nokkra tekjur þó að sveitarfélagið sé ekki fjölmennt eða stórt, nema það er landfræðilega stórt reyndar. Þannig að það má segja að við séum þá í rauninni að taka í rauninni, stöndum fram fyrir því að taka eitt bara svona, hvað ég var að segja, taka smá hik í þetta 1 ár og bara halda okkur nánast við sömu fjárheimild eins og var á árinu 2020. Sú fjárheimild var 100 milljónum hærri en árið þar áður, sko. Þannig að það er nú bara þannig, sko. En ef við skoðum aðra málaflokka, sko, þá það þannig að fræðslu- og uppeldismálin í rauninni, það er bara minnst tekið af því. Það eina sem stendur tekið minna af eru félagsmálin eða félagsþjónustan. Þar er við að leggja aðeins meira í og það er nú þetta út af bara aðstæðum. Það er þetta 104% meðan við fjárhagsáætlun ársins. En það er líka nokkuð háar upphæðir þar, það er á annað 100 milljónir en í fræðslu- og uppeldismálum erum við með upp undir milljarð. Aftur á móti ef við skoðum aðra málaflokka þá hefur auðvitað verið tekið miklu meira þar og við getum tekið dæmi menningarmál þar sem við skýrum mjög mikið niður, fyrir helming frá síðasta ári. Og við getum tekið fleiri málaflokka þetta á auðvitað meira við undir fjárhagsáætlun bara sveitarfélagsins en þetta sé bara fínt þetta komið fram. Það hafa allir verið að reyna að láta þetta ganga upp. Og við getum tekið sameiginlega kostnað sveitarfélagsins til dæmis og þar erum við með 97% af fjárhagsáætlun síðasta árs og verður kroppa það líka í þetta. En mér finnst aðalmálið það að við erum að leggja til hérna með þessari bókun sem að væntanlega verður þá bara bókun D-listans og eða ég myndi þá leggja það til ef þetta er ekki sameiginleg bókun. Að það verður að leggja það til að stjórn Odda, þetta er auðvitað byggðasamlag, við erum bara þáttakendur í byggðasamlagi með öðru sveitarfélagi þannig að það verður að vera stjórn Odda sem tekur þetta og skoðar þetta og það er auðvitað ekkert lokur fyrir það skotið að bara almennt séð að þegar við sjáum betur hvernig þetta gerir sig hjá okkur á næsta ári að það sé að taka stöðuna á nýtt, kannski fer þetta allt á blúsandi siglingu hjá okkur og við getum svona breytt mörgum hlutum aftur og flýtt því sem við höfum verið að seinka og svo framvegis. En ég tek ekki undir það að það hefur verið að skera hér niður inn að beini, það er bara ekki rétt. Og þannig að ég er ekki til í að taka þátt í að bóka slíkt. Takk. Takk fyrir þetta. Stendur, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Það er í fyrsta lagi ánægjulegt að sjá að Oddi eða sveitarfélögin sem standa á Odda ætla að efna gerðan samning. Mér finnst það
eiginlega kjarninn, burtséð frá því hvort þetta þurfi eða þurfi ekki. Og það var ákveðið þarna í vor að þetta þyrfti til þess að laða fólk og það var ákveðið að framlengja þessu. Í millitíðinni hefur nú komið fram að ófaglærðir, þetta eru ekki margir sem eftir ég verðum að játa það samt og ég veit ekki hvernig það er byrjað að, hvort að það sé byrjað að greiða eftir nýjum kjarasamningum, þannig að og þar inni einhvers konar akstursstyrki til ófaglærðra starfsmanna sem að þá ekki sem sagt eitthvað tímabundið samningur, þetta bara samningur sem að tilhendir 2023 og það bara, mér fannst það eiginlega kjarnaatriði í þessu að maður efnir samning sem maður gerir, sérstaklega í sveitarfélög. Svo er ég bara alltaf ánægður að heyra, og ég vona að það séu að allir sem eru að tjá sig skólamál, ég er bara ánægður að heyra að það sé lögð mesta áherslan á skólamál, en þetta eitt af því fáa sem við erum að, þetta er eitt af lögbundum verkefnum sveitarfélaga. Þess vegna er eðlilegt að það eru gerðar kröfur á okkur og við stöndum og það er bara margt mjög vel gert hérna og það kannski kemur niður þessi, þótt þetta sé ekki nema þegar sé þannig innan við 1% sem að rýrnunin frá því fyrir 2020 þá kemur alltaf inn í þessi launahækkun sem var svona talsverð, þessi 16% til ófaglærðra, þannig að það munar alltaf svolítið það í rekstrinum. Þannig að sama að því að laun eru náttúrulega vikta mjög hátt hjá skólunum, þannig að það gerir svolítið mikið inn í sömu rekstrartölu fyrir árið 2021. En það er alltaf sjálfsagt að fara vel með fjármagnum. Maður sér ekki eftir neinni krónu sem fer í þessa málaflokka því að þeim er vel varið. Og svo náttúrulega má líka nefna það að í bankahruninu sem var allt öðruvísi krísa heldur við erum í núna, þá var virkilega gengið og þá vantaði bara virkilega peninga, það sem vandamáli kannski núna, það er bara að hjólinn þurfa að fara að snúast aftur, þá var allt klárt, það vantar ekkit að tekjuna muni sem sagt, ég tel allavega að það þurfum ekki að vera mjög svartsýnir við því og ég vona bara eins og það verði kannski bara borð fyrir báru að endurskoða þetta, en það var allavega, ég satt nú ekki alla fundi byggðarráðs sem að fengum nú að sitja þarna, þessa vinnufundi, en allavega kom þar fram að eins og þetta væri sett upp, þá væri þetta svona nánast að mætti ekkert út að bregða til að þetta gengi upp, þannig að og ef að góður heilli á að láta þessa samninga klárast, sem ég hef reyndar ekki trú á að séu 6 milljónir, ég á erfitt með að trúa því að við þurfum bara örfáir starfsmenn sem þetta gildur að þá svona tel ég eins og Margrét Harpa segir að þurfi að skoða það hvernig sem það er gert með viðauka eða einhver upptöku á þessu að líta til þess í framhaldinu. En að öðru leyti tek ég bara undir það að forstöðumenn hafi, en það eiginlega vill enginn svona alveg kannast finnst manni við að hafa verið að tala niðurskurða kröfu, þetta einhvern veginn eins og þetta lítið út fyrir mér, þá þetta svona, kemur þetta kannski svolítið frá starfsfólkinu að við sem erum í pólitíkin þurfum líka svona að ákveða hlutina. Þessi krafa að koma frá sveitarstjórnunum inn í byggðasamlögin? Eða hvaðan svona kemur þetta? Þú að sé að þetta eðlilegt að halda sér einhverju leyti höndum eins og staðan núna. En bara fyrst og fremst ánægður með að klára þennan samning gagnvart þessu faglæra fólki því að það var náttúrulega það. Þetta hefði einhver breytt fyrir okkur hinn sem erum ófaglært. Þannig að það er bara gott. En ég tel að þurfum við kannski að íhuga það þá að hafa eiga fyrir því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Ágúst, það var búin að byrja á þess og Hugrún. Takk. Já, ég vil bara átlítið bæta við sem sé að já, það er sem sé þannig að það eru þetta er tvenns konar akstursstyrkir sem að
kannski hefur orðið, mér finnst nú leiðinlegt að nota orðið misskilningur eða allavega hefur ekki verið nógu skýrt einhvers staðar í þessu. Það eru tvenns konar samningar, hvort að geta bara sagt frá því hér. Það er annars vegar samningar sem eru í tengslum við kjarasamninga við ófaglærða, verkalýðsfélagið og Foss og þeir eru þannig að það eru, þegar er að ræða stofnun sem er utan þéttbýlis, að þá er heimilt að gera sérstakan samning akstursstyrki þar og við gerðum það við þessi félög fyrir, man ekki alveg dagsetninguna, það er allavega 1 ár síðan eða 1 og hálft. Og þeir eru náttúrulega bara í gildi og verða áfram í gildi og stendur ekki til að segja þeim eitt upp, en þeir bara þá samið og kjarasamningsbundnir. Hins vegar þessi tímabundnu, það er það sem máli snýst og er þá verið að leggja til bara í ljósi þessa sem við erum að ræða að leggja til við Odda að skoða það upp á nýtt. En þarf umræðan að halda áfram hjá Odda og við getum auðvitað haft okkar skoðanir á því og talað það hér eins og við viljum, en við þurfum að beina þetta til Odda og ég held að það væri reyndar bara, nú er ekki áætlaður fundur í Odda fyrir bara í janúar, en ég held að það væri bara mjög gott að stjórn Odda kæmi saman núna fyrir áramótið eða jólin og myndi bara til þess að tryggja það séu rétt skilaboð sem eru fara út. Þannig ég er svo sem ekki meira við það að bæta. Takk fyrir þetta og Hugrún, þú varst búin að biðja orðið, ekki? Já, ég ætlaði bara að taka undir það. Ég held að þetta sé góð ákvörðun og verði vel metin af starfsmönnum leikskólana að leggja þetta til að Oddi endurskoði þetta varðandi akstursstyrkina. Takk. Hvað segir með þessu bóku sem var komin hérna, er þetta sem við getum saminast að ég lesa hann upp eða hvernig, að Margrét þarf að gera svar? Má ég aðeins bæta hérna inn í líka? Hver svar? Ég allavega er, sem sagt, eins og ég segi, ég held að við þurfum að gera ráð fyrir þessu og auka þá fjármagn okkar til Odda. Þannig að það er svona, ég held að það sé vænlegur kostur. Svo er talað tala sveitarstjóri að þetta hafi aukist framlög til Odda 100 milljónir á hverju ári, en það væri líka fróðlegt að skoða hvað hefur börnum fjölgað. Við höfum náttúrulega verið að opna nýjar deildir, sérstaklega í leikskólanum hefur þetta blessunarlega fjölgað, þannig að það kostar náttúrulega meira að reka fleiri deildir og hafa fleiri börn í leik- og grunnskólum. Þannig að það er kannski ekkert óeðlilegt að þessi málaflokkur bólunni svolítið út, hvað það varðar. Takk. Takk fyrir það. Ágúst, gjör svar. Ég vil bara grípa orðið og segja það að ég er alls ekkert að reyna að gera eitthvað mikið úr því að við höfum sett meiri fjármuni í Odda. Mér finnst það bara gleðilegt að við höfum getað gert það. En mér finnst 100 milljónir á ári tæpar í þetta verkefni vera bara nokkuð myndarlega að staði. Já, nú erum við auðvitað með okkar hlut í því, en hann er náttúrulega langstærstur og grunnurinn í þessu. Við erum sveitarfélag sem er að velta 2 milljörðum á ári og við erum að bæta við 100 milljónum á ári í þetta verkefni. Þannig að mér finnst bara frábært að við skulum hafa getað gert þetta. Og mér finnst í sjálfu sér ekkert svo fræðilega tilhugsun, þó við þurfum að stoppa aðeins við, núna kannski 1 ár. Og getum svo haldið áfram að efla þetta á alla lund sem okkur dettur í hug. Og náttúrulega frábært að börnum að fjölga og við viljum auðvitað taka við þeim öllum. Takk fyrir þetta. Fleiri. En það er spurning með þessa bókun, getum við sammælt þessa bókun eða ég lesa hann upp? Ég lesi upp þá bókunna, tillaga bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórnar Rangárþings þau seitra telur að forstöðumenn í samvinnu við stjórn Odda BS hafi unnið gott starf við það vandasama verkefni fjárhagsáætlun næsta árs fyrir þetta stóra og gríðarlega mikilvæga verkefni, þannig að
sér að ræða nánast sömu fjárhæð og á yfirstandandi ári. Gert ráð fyrir að heildarútgjöld Odda BS fyrir árið 2021 verði rétt tæpur milljarður króna. Rétt að benda á að fjárheimildir Odda BS hafa vaxið tæpar 100 milljónir árlega síðustu 3 árin. Að þessu sinni staðan tímabundið erfiðari vegna utanaðkomandi áhrifa sem enginn ræður við og við því brugðist með því að halda fjárheimildum nánast óbreyttum milli ára. Að gefnu tilefni beinir sveitarstjórn til stjórnar Odda BS að athuga verði hvort að hliðra megi þannig til innan fjárhagsramma sem settur hefur verið fyrir Odda BS 2021 að tímabundnir akstursstyrkir til leikskólastarfsmanna geta engu að síður haldist út af tímabil sem upphaflega var gert ráð fyrir en falli ekki niður eins og lagt var upp með í áætluninni. Og það er auðvitað á Steindór, gera svo vel. Þú ert að taka það að mjút. Þetta sjálfur sér ágætis grunnur af bókun, sko, því að það er búið að taka tillit til þessar svona atriða sem við höfum allavega. Það væri svona betri finnst mér að við værum ekkert endilega tína til þarna fjárheimildir síðustu 3 ára. En það er bara ef þú settum sem að laga þetta. Því að það getur alls konar ástæði fyrir því. Þetta er bara hús þá trúðum við ekki tekið í gegn fyrir 60 milljónir og allt þetta. Og síðan já, það væri kannski svona aðeins hnýtt á því eins og sveitarstjóri sagði nú áðan og Margrét hefur talað að stjórn Odda það væri gott að hafa það þarna inni að minnst að kosta að funda þetta því að allavega eins og ég skildi þessar fjárhagsáætlana vinnu að þá mátti bara ekkert út að bregða þó þetta sé ekki kannski há upp að það væri svona gott að fá það til bókun. Ég myndi alltaf að telja fyrir mitt leyti að það væri svona gætum jafnvel bara fundið þetta sem ekkert mikið mál að snirta þetta örlítið til þannig að við getum verið sammála með það. Það er skemmtilega. Takk. Takk fyrir það. Margrét þarf að gera svo vel. Já, takk fyrir. Já, ég ætla bara að leggja til að óska eftir að fá aðeins fundarhlé til að melta þessa bókun. Ég velti líka samt áður en ef að þið verðið við þeirri beiðni að þá langar mig líka að velta upp varðandi rekstraráætlun Odda því að það kemur náttúrulega seinna í fundinum þá tekið fyrir sem sagt að sveitarstjórn vilji hafa óbreyttan opnunartíma á leikskólum og grunnskólum þetta náttúrulega viðkemur vissulega rekstraráætlun Odda því að væntanlega mun það kosta meira því það þarf að manna þennan tíma. Og þá ég ekki að tala um að þetta sé eitthvað í tengslum við styttingu vinnuviku, heldur bara að við ætlum, já, Oddi í forsendum Odda, þá gert ráð fyrir að loka leikskólanum klukkan 3 á föstudögum og eins skóladagamalinu. Þannig að það kannski spurning hvort að við þurfum að ræða það eitthvað, hvort að það hafi áhrif á rekstraráætlun Odda. Takk. Takk fyrir þetta, já. Ágúst, gjörðu svo vel. Róðandi, ég get upplýst að það gert ráð fyrir því í rekstraráætlun Odda að þetta verði bara þjónustan óbreytt, sko. Það inn í fjárhagsáætlun Odda BS. Það var hins vegar bara verið að skoða það hvort það myndi hafa einhver áhrif ef að þessi opnunartími væri styttur 1 klukkutíma á föstudögum en niðurstaðan var svo að það í rauninni ekki. Það væri bara eitthvað smávægileg tekjusamdráttur vegna gjalda, sem sé vist dvalargjalda. En það að öðru leyti gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætluninni. Það var ekkert verið að taka hana eitthvað sérstaklega út. Takk fyrir þetta. Hugrún, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Gústi kom inn á þetta sem ég ætlaði að segja með vistunargjöldin, eða dvalargjöld eins og hann sagði. Takk. Ok, nákvæmlega. Já, þá var spurningum við tökum smá fundarleik. Hvað ef við að byrja á 5 mínútum með möguleika framlengingu? Ef við ekki bara taka 10 mínútur?
10 mínútur bara og Hitta tæknistjórinn fólks í kaffi eða eitthvað. hjálpar okkur þá í svona breakout room, svo kallað. Þá sjáumst við bara þar. Áhorfendur geta fyllt á kaffibónum. Bara fundarhlé. Það alveg að gerast. Ágúst, getur þú tekið hérna deilinguna af hjá þér? Þið komið svo bara tilbaka eftir 10 mínútur úr breakout rooms. Tíminn rýmri en 10 mínútur en þetta bara detta ekki inn aftur. Það er ekki að skipta upp grúpunum. Margrét Harpa það í D-grúpunni. Eiríkur. Já, nei, ekki hjá mér. Þetta er eins og í réttunum, það er bara að menn fara í dilka. Vonum að þetta gangi allt eins og það á að gera, annars komið tilbaka og ég seti ykkur á rétta staði.
Þá eru allir komnir aftur á fundinn. Já, komið þið sæl aftur. Eitthvað hérna við sinna á síðan mér. Var ekki, sem sé, hugmyndin svo að vera, sem sé, sameiginlega í örstuttu fundarhlé í restina. Já. Þannig að Eiríkur þarf að hjálpa okkur við það. Já. Tekur þú svo yfir skjáinn, Ágúst? Já, við þurfum að fara sem sé stutt fundarhlé öll saman. Já, núna, ok. Já, já, bara eitthvað 2 mínútur eða 5 eða eitthvað. Við komum svo bara tilbaka þegar þau eru tilbúin. Ég hef fundarhlé bara, já, þið ákveðið hvernig við komum tilbaka. Takk fyrir það.
Já, komið salatur. Ég ætla að Steindór hann rétt að koma. Heyrðu, þá það býð ég ykkur velkomin til fundar aftur. Ég var stödd hérna í lið 20 og þar var komin bókun sem ég les hér. Já, til svona. Tillaga bókun sveitarstjórnar, sveitarstjórn Rangárþings eystra telur að forstöðumenn í samvinnu með stjórn Odda BS hafi unnið gott starf við það vanda sem að verka að stilla í fjárhagsáætlun næsta árs fyrir þetta stóra og gríðarlega mikilvæga verkefni. Þannig sé að ræða nánast sömu fjárhæð og yfirstandandi ári. Gert ráð fyrir því að heildarútgjöld Odda BS fyrir árið 2021 verði rétt tæpur milljarður króna. Að þessu sinni staðan tímabundið erfiðari vegna utanaðkomandi áhrifa sem enginn ræður við og við því brugðist með því að halda fjárheimildum nánast óbreyttum milli ára. Það gefnu tilefni meðal annars vegna viðbragða frá íbúum beinir sveitarstjórn því til stjórnar Odda BS að athuga verði hvort hliðra megi til þannig til innan þess fjárhagsramma sem settur hefur verið fyrir Odda BS 2021 að tímabundnir akstursstyrkir til leikskólastarfsmanna geta engu síður haldist út af tímabil sem upphaflega var gert ráð fyrir en falli ekki niður fyrr eins og lagt upp með áætluninni. Og orðið raust, fyrir svo vel. Ekki hvers Margrét, fyrir svo vel. Já, bara eitt eins og ég komi áður inn á af til einmitt að við þurfum bara að hafa í huga að væntanlega kostar þetta meiri, þurfum við að leggja meira fjármagn til Odda. Ég vil ekki setja þessa pressu á forstöðumenn að sjálfsögðu eiga þeir að gæta aðhalds og þeir gera það held ég alltaf hjá okkur. Þetta má samt ekki verða til þess að pressan verði óbærileg og vinnuálag aukist bara af því að við erum að klína þessu inn. En heilshugar tek ég undir að þessir akstursstyrkir við klárum þennan samning og auðvitað er frábær þjónusta af opið til 4. Það er bara gott. Þannig að takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Ekki fleiri. Og þá þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá það liður 21 rekstraráætlun 2021 húsakynni BS. Til að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir húsakynni BS rekstrar árið 2021. Orðið laust. Þeir sem geta samþykkt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 22 rekstraráætlun 2021 Suðurlandsvegur 1-3 EHF. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti rekstraráætlun fyrir Suðurlandsveg 1-3 HF fyrir rekstrarárið 2021. Margrét Harpa, við vorum nú bókun hér. Orðið laust. Bara bókun kemur í kjölfarið á afgreiðslu. Já, ok, heyrðu. Þá bara þeir sem geta samþykkt gefa merki. Og móti. Takk fyrir. Samþykkt með 4 átkvæðum HT, HE, HPAS, 3 á móti, MHG, ST, EH. Og hér kemur bókun álista þessari afgreiðslu. Margrét Harpa, viltu bara ekki lesa neitt? Jú. Takk.
Takk fyrir þetta. Bókun álista er eftirfarandi. Undirrituðum finnst óboðlegt að enn eitt árið leggi stjórn Suðurlandsvegar 1-3 HF fram rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir neikvæðri afkomu félagsins rúmar 15 milljónir króna árið 2021 og áframhaldandi neikvæðri afkomu í langtímaáætlun 22-24. Miðað við útkomuspá árið 2020 þá er ljóst að tap Suðurlandsvegar 1-3 HF árin 2010-20 er 190 milljónir króna og hefur Rangárþing ytra greitt tæp 70% af því tapi eða 130 milljónir króna. Á 37. fundi sveitarstjórnar 10. maí 2017 samþykkti sveitarstjórn samhljóða tillögu álista að selja hlut Rangárþing ytra í Suðurlandsvegi 1-3. Undirrituð furða sig á því að sveitarstjóri hafi ekki framfylgt ákvörðun sveitarstjórnar og hvetur sveitarstjóri til að vinna að alvöru að því að selja þennan hluta. Undirrituð hafa fulla trú á að hægt verði að snúa rekstrinum við til eins betra í höndum einkaaðila. Það er ekki lögboðið hlutverk sveitarfélaga að eiga og reka verslunar- og þjónustuhúsnæði og væri þessum fjármunum betur varið til dæmis í byggingu nýs leik- og grunnskóla eða í aðrar aðkallandi fjárfestingar í grunnþjónustu sveitarfélagsins. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi Harðarsson. Takk. Já, takk fyrir það. Þá er það bókun, það getur varpað upp. Já, takk fyrir það. Hér kemur bókun D-lista. Rekstur Suðurlandsvegar 1-3 hefur gengið betur með hverju árinu og er nú svo komið að öll rými í húsinu nýtingu og fá færri pláss sem vilja. Rekstrartap er tilkomið vegna afskrifta. Eignarhluturinn hefur verið kynntur fyrir fjárfestum og mun því verða haldið áfram og sjálfsagt er að skoða öll tilboð með opnum huga. Við teljum hins vegar ekki ráðlegt að fara í slíkt söluferli með miklu hraði. Rétt er að benda á að sveitarfélagið hefur ekki greitt neitt með rekstri fasteignafélagsins síðustu árin, en eigendur fasteignafélagsins lögðu inn aukið hlutafé á árunum 2015-17 til að fjármagna innréttingu á efstu hæð hússins og koma henni í gagnið. Því er lokið og vel tókst til. Við erum því bjartsýn á framtíð þessar verslunar og þjónustumiðstöðvar sem miðjan er. Undir þetta ritar Hjalti Tómasson, Haraldur Eiríksson, Hugrún Pétursson, dóttir og Ágúst Sigurðsson. Þá er það liður 23. Rekstraráætlun félags- og skólaþjónustu 2021. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti samhliða fyrir sitt liti fjárhagsáætlanir skólaþjónustu. Skólaþjónustu málaflokks fatlaðs fólks og heimaþjónustu fyrir rekstrarárið 2021. Orðið laust. Ekki hvað þessi hljóð sem geta samþykkt fjömerki. Það er samþykkt samhljóða. Lið 24, snjómokstur. Tímabundin framlenging samnings Vegagerðar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti tímabundna framlengingu samnings Vegagerðar snjómokstur fram til 15. apríl 2021. Orðið laust. Þeir sem geta samþykkt skjömerki. Það er samþykkt samhljóða. Lið 25 erindi og fyrirspurnir frá álista 2020. Margrét Harpa, þú lesa upp? Já, takk fyrir það. Ég sendi nú reyndar bara í dag og ég hef sagt það áður að ég vil gjarnan að tillögur álista séu settar inn sem sér erindi en ég hef skilningar á sveitarstjóri hafi bara ýmsum hnöppum að hneppa og hafi ekki tími í allt saman. Við hafi kannski til framtíðar að tillögur álista og eða bara tillögur, hvaða tillögur sem það er, þetta er náttúrulega bara sér erindi og fái sér málumst. Það vannst því miður ekki tími til þess fyrir þennan fund. Nei, þetta hefur áður komið fyrir. Ég veit að við reynum að koma því bara í betra horf. Já, takk fyrir það. En ok, þá er það fyrsta tillaga álista vegna fjárhagsáætlunar.
Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að farið verða krafti að selja hlut sveitarfélagsins í Suðurlandsvegi 1-3 HF til að komast hjá 200 milljóna króna lántöku árið 2021. Eins og áður hefur bent á ekki lögboðið hlutverk sveitarfélagsins að standa að rekstri verslunar og þjónustuhúsnæðis og því einboðið að selja þennan hlut til þess að geta hafið framkvæmdir við nýjan leik- og grunnskóla án lántöku. Og mér langar kannski aðeins að fylgja þessu úr hlaði. Við erum ekki að segja að það þurfi að taka 200 milljóna króna lán fyrir Suðurlandsvegi og fyrir Suðurlandsveg 1-3 HF. Þetta er aðalega það sem við erum að tala að við teljum það sé hyggilegra að við seljum þær eignir sem við okkur ber ekki að eiga og reyna með öllu mót að komast hjá lántöku af því við erum að fara í mjög fjárfreka framkvæmd sem er bygging nýs leikskóla og sem og aukin aðstöðu við grunnskólan. Og það er alveg fyrir séð lántaka á komandi árum, mikil lántaka út af þeirri framkvæmd og sjálfsögðu eigum við að reyna að komast hjá því í lengstu lög að taka lán. Það er líka þetta að sveitarfélagið er ekki með hagnaði þetta ár, tekjur eru að auka þrátt fyrir COVID og maður spyr sig. Þannig að þetta er allavega þessi tillaga. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu. Og á móti. Tillagan borin upp undir atkvæði og felld með 4 atkvæðum. HT, HE, HPAS, 3 samþykktu hana. MGH, SD, EH. Kannski lagfærið þá að vera MHG. Ég með knauta sem þetta. Við starfum þetta mér ekki ná. Þá eru lið 25 mörg þetta, heldur við ekki bara áfram. Ágúst. Já, gjör svar. Og það er hann bókun fyrir D-lista. Já, ok. Bókun D-lista vísaði til fyrri bókunar Suðurlandsveg 1-3 HF undir dagskrárlið 22. Einnig bent á ekki stendur til að sveitarfélag taki nein lán vegna Suðurlandsvegar 1-3 HF né leggi félaginu til rekstrarfé á næsta ári eins og skilja má af tillögu álista. Hjalti Tómasson, Haraldur Eiríksson, Hugrún Pétursdóttir, Ágúst Sigurðsson. Á ég að lesa næst? Það var þetta upptækir, Margrét. Önnur tillaga okkar er tillaga heimasíðu. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að heimasíða sveitarfélagsins verði uppfærð og gerð aðgengilegri. Upplýsingar starfsemi stofnana verði samræmdar, svo sem samþykktir, ársreikningar, reglur, gjaldskrár og fundagerðir. Jafnframt verði farið yfir fundagerðir samstarfsverkefna og þær birtar ásamt fylgigögnum. Sveitarstjóra falið að koma þessu í framkvæmd og að verkinu verði lokið fyrir 1. febrúar 2021 og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Ingvi. Greinagerð sem þessu fylgir að á heimasíðu sveitarfélagsins leitar fólk að upplýsingum starfsemi og þjónustu sveitarfélagsins og stofnana þess. Kannski að því ég er að lesa þetta beint á skjánum. Eins og staðan í dag lítið sem ekkert samræmi á heimasíðunni og þarf að fara ýmsar krókaleiðir til að fá upplýsingar starfsemi einstaka stofnana. Mun aðgengilega væri ef undir flipa viðkomandi stofnana væri hægt að finna allar upplýsingar, svo sem samþykktir, reglur, ársreikninga og gjaldskrár og fundagerðir. Og þetta er akkurat það sem ég vona greinagerðin útskýri þetta hjá okkur, en þið getið bara að pröfa sjálf að fara inn á heimasíðun og ef maður smellir á vatnsveituna þá er ekkert endilega, það þarf að fara ýmsar krókaleiðir til að finna hlutina. Sums staðar eru gjaldskrár undir, sums staðar eru samþykktirna undir. Þannig að við hnutum svolítið þetta þegar við vorum að leita núna á dögunum. Þetta myndi verða til hægðarauka ef þetta væri svona gert skýrara. En ég veit að það er klárlega alltaf verið að vinna eitthvað í heimasíðunni. En það þarf kannski bara að taka þetta markvisst fyrir. Takk.
Takk fyrir þetta. Og þeir sem geta samþykkt, gefa merki. Takk fyrir það og móti. Takk fyrir það. Tillagan atkvæða felld með 4 atkvæðum HTH, EH-PAS. 3 samþykktu hana MH-GSTIH. Bókun D-lista. Markmið að bæta heimasíðuna sífellu og 1. febrúar ekki neinn tímamóta dagsetning í þeim efnum. Heimasíðan sett upp með sama hætti á margar og síður margar sveitarfélaga en allar ábendingar til bóta engu að síður vel þegnar. Hjalti Tómasson, Haraldur Eiríksson, Hugrún Pétursdóttir og Ágúst Sigurðsson. Og margar takk og þá er það næsta. Takk fyrir. Það var endurflutningur og tillögu okkar frá því niðurfellingu byggðarráðs. Tillögum að leggja byggðarráði niður. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að byggðarráð Rangárþings ytra verði lagt niður frá og með 1. apríl 2021 og sveitarstjórn fundi þess í stað 2 sinnum í mánuði. Undir þetta rituðu Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina, hún er löng og hún skýrir þetta vonandi, en í stuttu máli þá lítum við svo á bara að þetta myndi auka þjónustustig á sveitarfélaginu. Kjörnir fulltrúar væru betur inn í málum. Mál fengi hraðari afgreiðslu þar sem væri verið að funda 2 sinnum í mánuði og við sjáum í rauninni ekki fyrir okkur að þetta þyrfti að þýða einhvern kostnaður auka því að ef maður tekur bara kostnað við byggðarráð og deilir því út á kjörna fulltrúa sem eru núna að þá væri þetta bara eins og í rauninni einn fundur. Þetta sem sagt fundur og auki þannig að það þyrfti ekki að vera kostnaður auki af þessu en ég held að við fengjum betri stjórnsýslu og það er náttúrulega líka bara óeðlilegt eins og þetta er hjá okkur að við séum rauninni sveitarstjórn, hún fundar miðjan júní og svo fundar hún ekki aftur fyrir miðjan september og það er bara ansi langt sumarfrí þó svo að fólk eigi að sjálfsögðu að vera inn í málum sem og það er. En ég held að við fengjum bara betri stjórn og betri innsýn sem kjörnir fulltrúar og þetta er ekki mikið fundarálag. Plús það að náttúrulega byggðarráðsmeðlimi fá ekkert sumarfrí. Hvað er það? En takk í bili. Takk fyrir þetta. Þess sem að, ekki bara byrja þetta upp, þess sem að ekki fleiri vil segja með neitt, þá bara þess sem geta samþykkt, gefa merki. Og á móti. Skróla þess niður, Ágúst. Tillagan atkvæða felld með 4 atkvæðum HTHE, HPAS, 3 samþykktu hana MH-GSTIH. Og bókun D-lista. Þessum ætla hreyfingu á skjárinn. Við höfum þá skoðun að fyrirkomulega sé ágætt og viljum hafa byggðarráð áfram. Varðandi frekar rökstuðning fyrir því vísum við til fyrri bókana sama efni á fyrri fundum sveitarstjóra. Undir það skrifa Hjalti Tómasson, Haraldur Eiríksson, Hugrún Pétursdóttir og Ágúst Sigurðsson. Þá er það lið 25.4 Margrét Harpa. Nei, jú. Nei, þetta eru bara fyrirspurnir. Já. Hér koma fyrirspurnir 25.4 fyrirspurnir á álista. 1. Hver er heildarkostnaður byggingu íþróttahúss með upphaflega áætlun? Svar: Raunframkvæmdakostnaður liggur fyrir og er hann 189.663.267 krónur. Eftir að tilboð lá fyrir þá var heildarkostnaðaráætlun 180.905.908. Vísað til meðfylgjandi minnisblað til nánari sundurliðunar.
25.42 móttökuáætlun nýrra íbúa sveitarfélagsins fulltrúar Árlegsta fagna því að móttökuáætlun nýrra íbúa sé nú loksins aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins í rafrænu formi, rúmum 5 árum eftir að tillaga álista þess efnis var samþykkt samhljóða. Hver er hugmyndin að framsetningu móttökuáætlunar áformað að prenta út bækling eða að hafa hana einungis í rafrænu formi? Svar. Komin upp síðan ert þú að flytja í sveitarfélagið á heimasíðu sveitarfélagsins. Þar einnig aðgengilegur nýbúabæklingurinn verður aðeins rafrænn en nýir íbúar fá til sín innblöðung þar sem þeir eru boðnir velkomnir. Móttökuáætlun nýbúa eftirfarandi. Nýr íbúi flyttur í lögheimili sitt í sveitarfélagið. Aðra hvora viku staðan tekin á nýjum íbúum. Prentað út miði með nafni viðkomandi og límdur á einblöðungun. Einblöðungurinn sendur til viðkomandi. Einblöðungun á íslensku, pólsku og ensku. Síðan ert þú að flytja í sveitarfélagið eingöngu á íslensku þó með þýðingavalmöguleikum sem á heimasíðunni. Næst 25.43. Hver er áætlunin? Hver er ástæðan fyrir því að upptaka síðasta sveitarstjórnarfundar var birt 13 dögum eftir fund eða þann 21. október en fundur var haldinn 8. október 2020? Svar. Upptaka mun hafa farið á sinn stað 7 virkum dögum eftir fund. Starfsmaður sem heldur utan um verkefnið fór í leyfi vegna veikinda en leið og það uppgötvaðist að upptakan hafði ekki farið inn á netið var brugðist við og hún sett inn. 25.44. Vindmyll í Þykkvabæ. Hver er staðan? Búið að fara fram á að sækja leyfi niðurrif vindmyllu sem eyðilagðist í bruna og hver ber ábyrgð á vindmyllunum í dag? Svar. Haft hefur verið samband við skráða eigendur og óskað eftir upplýsingum. Jafnframt hefur eigendur verið bent á að standa ekki til að koma vindmyllunum í nothæft ástand þá sé nauðsynlegt að fjarlægja þær. Eigendur hafa ekki sótt leyfi til endurnýjunar eða niðurrifs þrátt fyrir umleitandi sveitarstjóra og byggingafulltrúa að svo verið gert. Þinglegstur eigandi samkvæmt þjóðskrá og ábyrgðaraðili Elísa ehf. 25.45. Árshátíð starfsfólks sveitarfélagsins var felld niður í vor vegna heimsfaraldurs. Var eitthvað gert fyrir starfsfólk í staðinn? Svar. Stefnt að því að efna til veglegra COVID-loka árshátíðar starfsmanna leið og hægt verður á nýju ári og gert ráð fyrir fjármunum til þess í fjárhagsáætlun næsta árs. Margrét Harpa, svar. Mig langaði bara aðeins að spyrjast einmitt varðandi árshátíð starfsfólks. Maður hefur séð að sveitarfélög hér í kring eða sveitarfélög ýmis sveitarfélög hafa farið á leið að gefa starfsfólki gjafabréf sem ígildi árshátíðar og veltum að fyrir sér einmitt hvort það sé hægt einhvern veginn að hvetja til viðskipta hérna í heimabyggð. Mig langar líka velta þessu aðeins upp við ykkur og eins líka hvað er gert við þetta fjármagn sem var áætlað í árshátíð? Verður gerðu við ekki á nýju ári fyrir því ef það á ekkert að gera? Hvernig verður það föndrað? Því við höfum ekkert rætt þetta í byggðarráði eða sveitarstjórn áður. Takk. Takk fyrir það. Ég reikna nú með að þeir fjármunir verði þá bara fluttir á næsta árs, eitthvað að það verði gert eitthvað meira á næsta ári. Og svo held ég til dæmis að nokkuð tíma flestum deildum sveitarfélagsins þá jólagjöfin í ár inneignakort á banka, þannig að þá getur fólk náttúrulega versla bara þar sem það vill og að gera það í heimabyggð. Ágúst, svar. Já, þetta ég bara, þú sjálfsög búin að svara þessu, en ég ætla að þetta samt bara bæta við að við sem sé erum að gera ráð fyrir því
það var gert ráð fyrir þetta fjármunum til árshátíðar næsta ári en við erum að gera ráð fyrir að auka það. Það er í rauninni nota fjármunina sem hefðu farið í það þessu ári. Þannig að setja upp í hérna. Þannig að þetta verður almennilega árshátíð þegar aðeins kemur. En þegar starfsmenn það skilur eins og aðrir íbúar að gera sig glaðan dag þegar þetta er búið þessi ósköp. Takk fyrir. Þá er það liður 26, faghópur þróun skólasvæðis á Hellu, fundargerðir og tillögur vinnuhóps næstu skref. Lagðar fram fundargerðir 7, 8 og 9 frá faghópum þróun skólasvæðis á Hellu. Einnig lögð fram gögn verkfæri meðal 3 arkitektastofa ráðgjöf og undirbúning að viðbyggingu við grunnskóla og byggingu á nýjum leikskóla á Hellu. Var að ræða arkitektastofurnar Alark, Vafa, Arkitekta og Arkís, sem allar hafa töluverða reynslu af því að hanna skóla og leikskóla. Stofurnar voru fengnar til að gefa verði í undirbúning og frumdrög og aðstoða við að forma skólaverkefni áfram til hönnunar útboðs. Til að faghópsins samkvæmt fundargerð og framlögðu minnisblaði er að ganga til samninga við Arkís verkið. Tillögur að sveitarstjórn samþykki að gengið verði til samninga við Arkís undirbúning verksins samkvæmt framlögðu tilboði. Já, orðið laust. Þessi getur samþykkt ef margskapar. Já, fyrirgefðu. Þetta er bara mjög spennandi verkefni. Hlakka til. Velti svolítið fyrir mér einmitt að það hefur verið mikið velt fyrir sér færslu eða staðsetningu íþróttavallar og við þurfum náttúrulega á einhverjum tímapunkti að taka ákvörðun það, hana. En ég allavega, þetta er bara mjög virkilega spennandi og ég hvet bara íbúa til þess að kynna sér þetta og koma og leggja hluti til málana. Þetta er, já, takk fyrir það. Já, takk fyrir að tekja undir það. Þetta er alveg tímabært verkefni og íþróttavöllurinn, ég held að það sé mat allra að við verðum ekki íþróttavallarlaus, það verður gerðar ráðstafanir með það. Það þarf að fara í hann. Yngvi. Gerðu svo, Yngvi. Sko, ég náttúrulega hef bent á það áður í umræðu þetta verkefni og að eins og mér finnst þetta þurfa að gerast eins og bygging á leikskóla og skólahúsnæðinu og skipulagningunni. Þá þurfi þetta gerast með það fyrir augu að byggingar verði hannaðar með viðbyggingar í huga því vonandi stækkar sveitarfélagið okkar talsvert ennþá og þetta þarf að vera þannig að í framtíðinni verði sem ódýrast að byggja við. Takk. Takk fyrir þetta, það er rétt, Yngvi. Við bara fagna því að þetta verkefni komið svona langt. Nú, það er náttúrulega blasir við að það er mörg verkefni framöndan, meðal annars að finna út úr þessum íþróttavöllum. Við leysum það ekki hér í dag, það er ljóst, en það bíður okkur. Bara flott verkefni, ánægður með það. Takk fyrir það. Þessu geta samþykkt þetta gefaverkið. Það er samþykkt samhljóða og nýta þetta aftur við að sveitarstjóri fali að vinna máli áfram með faghópnum. Það voru liðið 27. Stytting vinnuvikunnar útfærsla, niðurstöður fyrir stofnanir. Lagðar fram tillögur frá stofnunum sveitarfélaga útfærslu og styttingu vinnuvikunnar tillögur að staðfesta þær útfærslur sem stofnunum hafa lagt til
en gildistími verði til að byrja með 3 mánuðir. Fyrirkomulagi verði endurskoðað í ljósi reynslunar þessa fyrstu mánuði og eftir atvikum framlengt eða breytt ef þurfa þykir í samræmi við stofnanir og vinnutíma starfshópa þeirra. Að gefnu tilefni skal tekið fram að sveitarstjórn Rangárþings ytra gerir ráð fyrir óbreyttu þjónustustigi og opnum tímum á öllum stofnunum þrátt fyrir styttingu vinnutímans. Og orðið er laust. Þessu sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það er samþykkt. Já, Áður en við byrjum á næsta lið, mér langar aðeins að fá fundarhlé, óska eftir fundarhlé áður en við byrjum á fjárhagsáætlunarliðnum. Ok, það er bara, tæknistjóri hjálpar okkur með það. Það er leiðið eitt. Það er bara fyrir okkur. Já, ég er byrjaður að undirbúa. Er það þá ekki sikkvort breakout room eða hvað? Þið ráðið því bara hvernig, já. Okkur er alveg, eða það, bara eins og þið viljið. Hvað segið þið? Viljið þið fara í 2 eða 1? Farið í 2, það væri ágætt, við óskum eftir því. En þetta verður ekki langt, við lofum. Ok, þið komið svo bara tilbaka þegar þið eru tilbúin. Magna.
bara enginn kominn.
Næja, hann kom tilbaka. Já, hvernig langt fundarhlé? Það hlýtur að lengra bara. Jæja, skulum sjá. Nú eru langt allir- fundarhlé, ef að hlutirnir eru undirbúnir ef við fáum bók og tillögur að bókunum fyrr, þá eru fundarhléin styttri. Þannig að, já. Ágúst, þú komin inn? Já, ég bara að setja vídeo inn í gang. Það sjáumst í fésið á manni. Það þá ekki allir mættir. Heyrðu, þá bara höldum við áfram. Það er niður 28 fjárhagsáætlun, 20 og fjárhagslán 2021 til 2024, seinni umræðu. 28.1 fjárhagsáætlun 2021, tillögur til endanlega afgreiðslu. Hér eru erindi og tillögur sem á árinu 2020 var vísað til umfjöllunar við gerð fjárhagsáætlun 2021 og hafa þar flotið umræðu en eftir að taka til endanlega afgreiðslu. Í tengslu við að framlega fjárhagsáætlun erindin eru listuð í númeraröð. Þá málnúmer 170-60-13 kjöruna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndastörf. Tillaga um að kjöruna fulltrúa og greiðslur fyrir nefndastörf verði óbreytt frá því sem þau hafa verið frá 1. nóvember 2016 samanber samþykktir sveitarstjórnar þar um. Gert er ráð fyrir svipuðum fjárheimildum fyrir nefndar og stjórnarlaun og launabundin gjöld og hafa verið undanfarin ár eða alls 18,7 milljónir króna. Voru það laust? Þeir sem geta samþykkt geðmerki. Það er samþykkt með 4 á móti. Endurlíkum. 3 á móti. Nei, Yngvi. Já, það er 3 á móti. Og þú hefur ekki séð hendin á mér? Nei, já, hún hefur, þegar sé ekki alveg, þetta er svona aðeins ég þarf að fletta þess. Já, ég ætlaði að fá, ég var að senda á hann Ágúst, það er bara svona örstutt bókun sem útskýrir okkur á móti. Já. Viltu að ég lesa hana upp? Já, takk fyrir það, það er bara flott. Fulltrúa álista höfðu aðrar hugmyndir varðandi kjöruna fulltrúa, til dæmis í tengslum við þá tillögu að leggja niður byggðarráð. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Takk. Takk fyrir það. Fékk sveitarstjóri örugglega póstinn frá mér. Ég skal bara kanna það, já. Það veitur að vera. Þetta er best með leiftur hraða hérna. Gegnum rangáðum. Þetta er bókun, já. Já, þetta er hérna í einu skjali. Ég seti þetta bara inn, býtum við, ég skal bara koma með þetta. Já, til útskýringa þá er þetta fyrir hlutun svo kemur hitt. Ég sendi þarna 2 bókanir. Ok, viljið þið fótu upp? Ekki mín vegna, ég treysti. Hvað segir nýlegur? Ok, þá er þetta bara svona. Það var komið að flott. Þá bara höldum við áfram. Málnúmer 190-70-69 heimgreiðslur. Tillaga um að núverandi greiðslur heimgreiðslur gildi út árið 2021 gert ráð fyrir fjárheimild að upphæð 6,4 milljónir til að mæta þessum útgjöldum. Orðalaust. Þessi getur ekki samþykkt geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Málnúmer 220-13 óskum styrk vegna þorrablóts, samhliða höfnun á styrkbeiðni frá þorrablótsnefnd Holtamanna með óskum að fá styrk á móti húsaleigu á Laugalundi
Til að halda blóti var ákveðið að vísa endurskoðun viðmiðunarregla til umræðu við gerð fjárhagsáætlun ársins. Í allmörg ár hefur gilt sú regla að viðbúið íbúi Rangárþingi ytra sem haldnir eru í húsnæði sveitarfélagsins, svo sem þorrablót, kartöfluball og skötuveisla, greiði lágmarksgjald á aðgöngumiða samkvæmt gjaldskrá íþróttamiðstöðvar í húsaleigu. Þessi greiðsla hefur verið hugsuð til þess að standa straum af beinum kostnaði íþróttamiðstöðvarinnar til að vegna þrifa, rafmagns, húsvörslu og slíka þátta. Tillaga að fyrrgreindar viðmiðunarreglur verði áfram óbreyttar. Og það er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 213, heilsuátak eldri borgara í Rangárþingi ytra í tengslum við viðbragðsaðgerðaráætlun sveitarfélagsins vegna COVID var síðastliðið sumar sett á stað sérstakt heilsuátak fyrir eldri borgara í Rangárþingi ytra samkvæmt minnisblöðum frá verkefnastjóra heilsuátaksins og formanni félags eldri borgara er mikil ánægja með hvernig til hefur tekist með átakið og fyrir liggur óskum áframhald. Tillaga að verkefnið haldi áfram árið 2021 og gert ráð fyrir að kostnaður rúmist undir liðnum heilsuefnað til samfélag, en þar er gert ráð fyrir 2 milljón króna fjárheimild í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 24027, Ölduhverfi gatnagerð, fyrir liggur minnisblað varðandi kostnað við hönnun og gatnaframkvæmdir í lokaframkvæmd Ölduhverfis. Tillaga að bíða með þessa vinnu þar til betur sést til lands með sveitarfélagsins á næsta ári og gert ráð fyrir að taka mætti málið upp aftur þegar útkoma fyrstu 2 ársfjórðunga 2021 liggur fyrir. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 26053, óskum akstursstyrk í vinnuskóla. Samhliða höfnun á styrkbeiðni akstursstyrk í vinnuskóla var ákveðið að vísa frekari umfjöllun slíka styrkbeiðni til umræðu við gerð fjárhagsáætlana fyrir næsta ár. Tillaga að ekki verði slíka styrki að ræða á árinu 2021. Það er laust. Sem getur samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 29011, ungmennafélag Hekla, erindum íþróttavöll. Vegna framtíðarskipulags og fjárhagsáætlunar erindi frá ungmennafélaginu Heklu vegna framtíðarskipulags og fjárveitinga varðandi íþróttavöll á Hellu. Erindi að vísa til faghóps þróun skólasvæðis og til vinnu við fjárhagsáætlun næsta árs. Fyrir fundi sveitarstjórnar liggja tillögur frá faghópi þróun skólasvæðisins næstu skref í þessu mikilvæga máli. Sjá dagskrá 26. Þá er í fyrirliggjandi fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins gert ráð fyrir 250 milljónum króna til verksins í heild árið 2021. Vinnan er því enn á hugmyndastigi og snemmt að segja til útfærslu varðandi framtíðarskipulag varðandi íþróttavöllinn. Tillaga að kynna ofangreint fyrir stjórn ungmennafélags Heklu. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Mál nr. 29023, framkvæmdasjóður ferðamannastaða, áherslustaðir sveitarfélaga. Atvinnu- og menningarmálanefnd sveitarfélagsins hefur sett fram forgangsröðun varðandi vinnu að uppbygging ferðamannastaða í sveitarfélaginu. Tillaga að koma slíkum verkum áfram þannig að hægt sé að sækja styrki í framkvæmdastöð ferðamannastaða. Þarf að gera ráð fyrir kostnaði við undirbúning meðal annars deiluskipulag. Tillaga að unnið verði að þessum verkefnum á næsta ári og gert ráð fyrir 2 milljón króna fjárheimild til undirbúnings og skipulagsvinnu. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt G-merki.
Það er samþykkt samhliða. Mál númer 29044, útisvæði. Heilsu, íþrótt og tómstundunefnd sveitarfélagsins hefur sett fram forgangsröðun varðandi framkvæmdir við útisvæði á næsta ári. Í ljósi fyrirsjáanlegs tekjusamdráttar á næsta ári er gert ráð fyrir að draga tímabundið úr fjárveitingum til útisvæða. Tillaga að unnið verði að þeim verkefnum sem nefndin leggur til á næsta ári eins og kostur er og gert er ráð fyrir 2 milljónir króna fjárheimild til útisvæða í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt, gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Mál númer 201-0014, erindum rýmri opnun félagsmiðstöðvar, erindur á foreldrafélagi grunnskólans og Hellu varðandi rýmri opnun félagsmiðstöðvar og vísa til vinnslu fjárhagsáætlunar næsta árs. Og jafnframt til heilsu, íþrótta og tómstundunefndar til álitsgerðar. Í framlagðri fjárhagsáætlun er ekki lögð til breyting á framlagi til félagsmiðstöðvar næsta ári en lagt er til að málið verði áfram skoðað með foreldrum og forystufólki félagsmiðstöðvarnar. Það er laust. Margrét, takk fyrir svo vel. Já, takk fyrir þetta. Ég bara hvet einmitt. Ég vonast til að þetta samtal eigi sér stað því að ég hef ekki orðið vör við mikið samtal þarna Þetta var kannski ekki nægur tími núna í haust til að skoða þetta af alvöru. En ég held að þetta sé alveg, við eigum að taka þessu alvarlega og skoða bara því að félagsmiðstöðvar eru náttúrulega með mikið forvarnagildi. Þannig að hugsa þetta og ef að hagur vænkast þá vonandi verður hægt að bregðast við í haust og kannski gera einhvern viðauka til að geta staðið betur að þessum málum næsta haust, haustu 2021. Takk. Já, takk fyrir þetta, ég er sammála því. Og fleiri, nei, þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Samþykkt samhljóða. Mál númer 201-0015, erindum akstur barna í dreifbýli í tómstundastarf. Erindi frá foreldrafélagi grunnskólans og Hellu varðandi akstur barna í dreifbýli í tómstundastarf var vísað til frekari umræðu við gerð fjárhagsáætlunar. Málefnið hefur einnig verið rætt á samráðsvettvangi oddvita og sveitarstjóra í Rangárvallasýslu og þar var talið mikilvægt að íþrótta- og ungmennafélögin komi að því að meta hver þörfin er fyrir svokallaða tómstundarútu og hvernig það væri þá mögulega best útfært. Tillaga að málið verði unnið áfram í samstarfi við foreldrafélögin og íþrótta- og ungmennafélögin og eftir atvikum hin sveitarfélögin í sýslunni. Ekki verði gert ráð fyrir fjármunum í verkefni af þessu tagi í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun en málið metið á nýju ári fyrir upphaf næsta skólaárs. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Mál númer 201-0038, ósk styrk meistaraflokk KFR. Styrk umsókn frá meistaraflokki KFR var vísað til gerðar fjárhagsáætlunar næsta árs. Nýlega var endurnýjuð samningur við KFR með mögulegum hámarksstyrk árið 2021 samtals 3 milljónir króna. Samkvæmt samningum getur KFR ákveða að úthluta meistaraflokki KFR hluta af þessum fjármunum. Tillaga að hafna erindinu enda í gildi nýlegu styrktarsamningur með Rangárþings ytra á KFR sem inniheldur meðal sérstakan fjárstyrk til meistaraflokksins. Það er laust. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það er samþykkt með 4 á móti. 3 á móti. Já. Þetta ykkur við. Orðið. Gjör svo vel, Steindór. Já, ég ætla aðeins að fara yfir það af hverju við erum á móti.
Var þetta bara þessi bókun? Það sem við undirrituð fulltrúar álesta teljum að styrkja í meistaraflokk KFR í 1 ár í ljósi áhrifa heimsfaraldurs og góðs árangurs í nýliðnum Íslandsmóti og undirrituð Margrét Steindór Yngvi. Og svo þetta alveg nýtt að sér eitthvað. Fyrir ekki að þetta svona slemt hljóðkláður. Já, það er nýtt sem sagt í svona samninga að sé verða að við lítum þannig á að það verða að styrkja þarna eins og þessum samningur á 3 milljónir að yfirleitt hafa þessi samningar sem hafa verið gerðir við íþróttafélögin náð eingöngu til barna yngri en 18 ára yngri. Þannig að ef að meistaraflokkur á að fara að sækja, það var alltaf lögð mikil áhersla á það ég var í stjórn og verið yfirleitt alveg greinilega fram að þessu samningi að blanda alls ekki saman rekstri í meistaraflokka og yngri flokka. Bara af því að það er svo ólíkt. Þannig að við lítum svo á að með því að meistaraflokkur geti sótt í styrkin til KFR þá séu að draga úr styrk við yngri iðkendur. Og ætti það bara að semja þá sérstaklega við meistaraflokk. Þess vegna erum við á móti þessu. Það kom einhver bókun þarna við þetta. Margrét ætlaði að senda hana. Já, komin. Takk fyrir þetta. Takk fyrir það. Fleiri? Þá er það næsta mál. Það mál númer 2011-021. Tillaga frá álista skráningu lausa lóða á Kortasjá. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra leggja til að sveitarstjóra verði farið að setja í gang rafræna skráningu á lausum lóðum til úthlutunar í sveitarfélaginu og hafa skráningu aðgengilega á Kortasjá sveitarfélagsins. Tillögunni var vísað til gerðar fjárhagsáætlunar ársins. Greinargerð sveitarfélaga er nú þegar með rafræna Kortasjá loftmyndavél sem hægt er að sjá á heimasíðu sveitarfélagsins. Kortasjáin býður upp á viðbót sem getur sýnt lausa lóði til útlendinga. Sú viðbót er ekki til staðar Rangárþings Ytra eins og stendur. Með slíkri viðbót yrði staða lausa lóða opin og gegnsæ öllum sem vilja sjá. Birting lóðanna getur haft í för með sér aukna eftirspurn lóða, aukna skilvirkni í upplýsingagjöf og getur þar af leiðandi aukið tekjur sveitarfélagsins til lengri tíma litið. Margrét Harpa Guðsdóttir, Steindór Tómasson, Yngvi Harðarson. Kannað hefur verið með kostnað við þessa útfærslu og er hann talið vera 65.000 krónur með alltaf ekki vera plúsvask á vanstarætninni í upphafi. Það var plúsvask fyrir. Já. Þetta eru plúsinu eitthvað mústæði. Og síðan 15.000 krónur plúsvask í hvert sinn sem ný lóð kemur til úthlutunar. Lagt er til að hrinda verkefninu á stað og er kostnaðan talið rúmast innan fjárheimilda skipulags- og byggingarmála. Og orðið er laust. Þess sem geta samþykkt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er að liða 28.2 fjárhagsáætlun 2021 til 2024 landframkvæmda til afgreiðslu. Áætlaðar heildartekjur Rangárþings Ytra A og B hluta árið 2021 nema aðeins alls 2026 milljónum króna. Rekstrargjöld eru áætluð 675 milljónum króna. Þar af reiknar afskriftir 131 milljón króna. Fjármagnsgjöld eru áætluð 97 milljón króna. Rekstrarniðurstaðan er áætluð jákvæð 123 milljónir króna. Veltufé frá rekstri er 304,9 milljón krónar. Í eignarfæra fjárfestingu A og B hluta verður varið 353,3 milljón króna og afborgun lána eru 142,5 milljón króna. Gert er ráð fyrir nýrri lántöku að upp að 200 milljón króna á árinu 2021 vegna hönnunar og framkvæmda
við skólasvæði á Hellu. Skuldir og skuldbindingar eru áætlaðar í árslok 2021 alls 30 milljónir króna afsakið og eigið fé 2.272 milljónir króna. Eignir í árslok eru áætlaðar 4.302 milljónir króna. Framleiða hlutfall 2021 er áætlað 17,3%. Veltu fjárhlutfall 2021 er áætlað 0,78. Eigin fjárhlutfall 2021 er áætlað 0,49. Rekstrarjöfnuður 3 ára samkvæmt sveitarstjórnarlögum er áætlað jákvæður 296 milljónir króna. Reiknað skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verður 79,9% á árinu 2021 og skuldahlutfallið 100,2%. Fjárhagsáætlun áranna 2021 til 2024 er borin undir atkvæði. Já, það er víst orðalaust. Margrét Harpa. Já, takk fyrir þetta. Eitt sem mig langar að vita er í þessari áætlun 20, í áætlun næsta árs 2021 að þá erum við að gera ráð fyrir að setja 35 milljónir króna í Lund til að greiða niður yfirdrátt sem þar er. Einnig erum við að setja 9 milljónir væntanlega sem að liggja eftir á þessu ári þarna, þannig að þá erum við búin að setja 44 milljónir í Lund til að greiða niður þennan yfirdrátt. Við ræddum þetta á síðasta fundi eða einhverjum vinnufundi, þetta fer nú allt saman hjá manni, að við þyrftum að fá hreint hvort að Ásarhreppur kæmi með mótframlag. Hefur eitthvað verið rætt við Ásarhrepp og er það ekki alveg öruggt að það komi það sem út af stendur, þeirra hlutur í þessum 60 milljón króna yfirdrætti sem liggur núna inni á byggingarsjóði Lundi. Þetta er allavega fyrsta sem ég er að hugsa. Takk. Takk fyrir þetta. Ágúst, varst þú búin að fá upplýsingar þetta? Já, þetta er ekki komið inn í það. Já, ég hef rætt við oddvita sem ég sé og sveitarstjóra Ásarhrepps þetta. En það er svo sem ekki neina staðfestingu á því formlega. Þau eru ekki búin að taka það fyrir hjá sér. Við erum væntanlega að fara að gera það núna þegar þau fara í sína fjárhagsáætlun ekki 16. sem þau eru með sveitarfélög, ég held það. Það heyrist mjög illa í þér. Já, ég stafsökun á því. Það er ekki bara að tala hærra. Jú, ég hef sem sé, eða ekki heyrt neitt, þá ætla ég bara að endurtaka það. Ég hef rætt við bæði sveitarstjóra og oddvita Ásarhrepps þetta. Við höfum hins vegar ekkert formlegt í höndunum. Þau munu væntanlega taka þetta fyrir í sinni fjárhagsáætlun sem að kemur til seinni umræðu núna 16. desember og þá væntanlega fréttum við af því. En þannig að það er bara mitt svar. Við erum bara búin að setja okkar hann inn í þetta og síðan eigum við eftir að fá þeirra svara við því. Ég get ekki svarað því meira. Það er kannski rétt að taka það fram með einhverjum að hlusta að þetta snýst þá það að það er búið að reyna til þrautar við að fá, eins og kom fram hérna á fundi sem við fengum gesti, þar sem voru einnig formaður stjórnar Lundar, en var ekki síðasti fundur, að það síðasti, að það er búið að reyna til þrautar gagnvart ríkinu að fá það til að taka þátt í þeim búnaði sem þurfti að kaupa inn á viðbygginguna á Lundi sem var svona í kringum 50 milljónir þegar upp á staðið. Það virðist vera þvert nei við því og þannig að þetta er þá okkar sem sé viðbrögð við því hjá Rangárþingi ytra. Það þarf að greiða fyrir þennan búnað, því annars er ekki hægt að nota þessa viðbyggingu og við erum bara að taka á því.
En við eigum eftir að fá sem sé formlegt svar frá Hálsahrauni sem á auðvitað sinn hluta í þessu sem er þessi ekki 12,5% eitthvað svoleiðis. Okkar mati, ég þori samt ekki að fara með nákvæmlega prósentum, en ég myndi halda hún væri það. Takk fyrir þetta. Það er fleiri. Já, kannski bara í framhald af þessu, takk fyrir þessi svör. Ég hefði viljað fá staðfestingu þarna á því að ég óttast svolítið að við setjum svo uppi með að borga allt saman miðað við forsögu málsins, málið á fyrri stigum. Að, já, á síðasta kjörtímabili þá náttúrulega var Ásahreppur ekki á að borga þetta. Þannig að ég svona óttast svolítið að við setjum uppi með allan þennan kostnað. Þannig að ég hefði viljað fá þetta bara niður njörfa, fá staðfestingu frá Ásahreppur. Því að þetta er miklu peningar. Þetta eru miklu peningar og það hefði verið gott að vita það, þá hefði við geta bara áætlað allt fjármagnið á næsta ári. Þannig að mér finnst þetta að vera svona, ég harma að það hafi ekki komið einhver staðfesting af eða á. Takk. Takk fyrir það, Ágúst. Vel. Við verðum bara að taka á því þegar það kemur, ég sé ekki að sé neitt annað í boði, við bara erum að gera okkar, setjum þetta inn í okkar fjárhagsáætlun og nú ef þetta verður eitthvað öðruvísi þá erum við bara að taka á því. En við erum allavega að sýna þá ábyrgð að áætla fyrir okkar hlut í þessu. Þannig að það finnst mér bara góð leið. Svo taka mann þetta bara næsta skref í þessu. Kannski kemur það bara núna 16. des, ég veit ekki. Við getum auðvitað ekki svara þegar við Ásahreppur. En þau eru velvilju lundi, veit ég. Takk. Takk fyrir það. Og það fleiri. Þeir sem geta samþykkt svo fjárhagsáætlun, gefið merki. Hún er samt, nei, það sækir, á móti. Hún er samþykkt með 4 atkvæðum og þá sitja 3 hjá. Það er ekki rétt skilið, Margrét? Jú, það er rétt skilið. Við erum með örstutta bókun af því við svona þurftum að fá þetta aðeins á hreint, þannig ég var að senda hann á Ágúst. Og viltu að ég lesa hana upp? Já, kannski bara gera það bara hafður. Bókun álista. Fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra hafa aðrar áherslur í ráðstöfun fjármagns og eigna sveitarfélagsins á komandi ári. Sveitarfélagið skuldar enn mjög mikið og útlit er fyrir auknar lántökur á næstu árum vegna byggingu nýs leik- og grunnskóla. Því ætti að leggja aukinn þunga í að selja eignir sem ekki nýtast til lögboðinnar starfsemi til þess að minnka lántökuþörf. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa Steindór og Yngvi Harðarsson. Og já, það skýrir svona hjásetuna. Þar að auki þá, einmitt, mér finnst fjárhagsáætlun, hún var öll unnin mjög seint. Þannig að, já, þetta er bara niðurstaðan. Takk. Já, takk fyrir það. Ágúst. Gjörðu svo vel, Ágúst. Já, ég vildi bara segja það að mér finnst nú slæmt að við skulum ekki geta þessi samtaka í að afgreiða þessa fjárhagsáætlun með jákvæðum hætti. Við höfum setið yfir þessu saman allan tíma og við hefum ekkert verið sein í þessu. Við höfum bara verið á sama tíma og undanfarin ár og gert þetta í alveg sömu rútínu. Þetta er hins vegar gríðarleg vinna og þannig að mér finnst það nú reyndar slæmt. En svona er þetta bara og svona er lýðræðið og svona er pólitíkin. Við tökum því að sjálfsögðu. En ég legg til að við bókum að venju og
þökkum því fólki sem hefur komið að þessari vinnu, fjöldi fólks, þórstöðumenn þannig að við bókum bara eins og vanalega og sko fólki gleðilega jóla. Þannig að þarna upp á bókunum það, takk. Já, ekki sem við ekki halda þessari, getum saminast með þessa bókun allavega, þetta ekki? Jú, ég alveg tek það heilshugar. Við tökum heilshugar og þökkum kærlega bara fyrir þessa vinnu, því að þetta hefur verið mjög krefjandi. Og við vonum bara að það birti til núna á komandi ári að við fáum bóluefni svo við getum hjól atvinnulífsins og bara hjólinn hjá okkur farið að snúast hann í almennir fullum krafti. Takk. Takk fyrir það. Ég veist ekki það fyrir alltaf fulla ferð. Hækkandi sól. En náðu ekki að lesa þessa bókun sem er bókun okkar. Sveitarstjórn þakkar starfsfólki sveitarfélagsins fyrir mjög gott starf við undirbúning og gerð fjárhagsáætlanir. Jafnframt vill sveitarstjórn nota tækifæri og þakka öllu starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel unnin störf á árinu með óskum gleðileg jól og farsæld á nýju ári. Mjög gott. Þá er það liður 29, fundaráætlun sveitarstjórnar og byggðarráðs 2021. Tillaga fundaráætlun 2021. Lögð fram tillaga fundaráætlun sveitarstjórnar byggðarráðs og skipulags- og umferðarnefndar árið 2021. Það er raust. Það er tarp að gera svo vel. Já, takk fyrir þetta. Við erum með breytingatillögu við þessa fundaráætlun þar sem að tillaga okkar að leggja niður byggðarráð var hafnað. Þá leggjum við til að það verði bætt við að sveitarstjórn fundi 12. ágúst, taki þá bara júlí sem leyfi og fundi 12. ágúst eins og vant er, eða sem sagt á svona reglubundnum tíma. Ég sendi þetta áðan rétt í þessu á ágúst með í tölvupósti, ég veit ekki hvort þið viljið varpinu upp tillögunni sem sagt, hvernig hún er orðið. Viltu að ég lesa hana eða... Já, ég ætla að sjá þetta ágúst vera varpinu upp bara og já, mátt að lesa hana líka, já, takk. Já, hún er ekki flókin. Nei. Þetta er sem sagt breytingatillaga á lista. Undirrituð leggja til að sveitarstjórn taki sumarfrí í júlí og því verði fundi sveitarstjórn 12. ágúst 2021 bætt við framlögð drög að fundaráætlun. Það vantar þarna 1G inn, afsaki. Og undir þetta ritum við Margrét Steindur og Yngvi. Og þetta er akkurat þessi rök sem við höfum sagt. Það er óeðlilegt að sveitarstjórn sé í fríi frá fundum í 3 mánuði. Það er nóg bara þegar við fundum þarna, við erum að funda miðjan júní, er þá ekki bara ágætt að fá frí fram í miðjan ágúst. Þetta hefur ekki för með sér kostnaðarauka. Og ég held bara, já, ég held að allan að við lítum á okkar megin að þetta er bara vinna sem við vinnum glöð og gerum. Okay. Já. Er það ekki bara bera upp þessa tillögu? Getur það ekki bara stytt okkur leið? Jú. Þeir sem geta samþykkt þessa breytingatillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Ákveðlaðin í heilsinni. Já, það heldur bara með breytingu. Takk fyrir það. Ég held að þetta sé til bóta. Að gera funda. Já, þetta er bara... Nei, það er liður 30, skoðun á sameiningu sveitarfélaga til að verkefnastjórnar. Lögð fram til að verkefnahóp sveitarfélagsins Suðurlands að hefja formlega viðræður sameiningu sveitarfélagana í Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu.
Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki samhljóða að hefja könnun á möguleikum að semja sveitarfélaga samkvæmt 190. grein sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 með fyrirvörum samþykki allra þeirra sveitarstjórna sem aðild eiga að sveitarfélaginu Suðurland. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki samhljóða að skipa eftirtölda 3 aðalfulltrúa og 2 til vara í samstarfsnefnd sem kanna skal möguleikana á sameiningu sveitarfélaginu í samræmi við 119 sveitarstjórnarlaga. Ágúst Sigurðsson og Björk Grétarsdóttir og Margrét Hörpu Guðsteinsdóttir sem aðalmenn og Hjalta Tómasson og Steindór Tómasson sem varamenn. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki samhljóða að samstarfsnefnd skal leita eftir sjónarmiðum og hugmyndum íbúa, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila við undirbúning tillögu til sveitarstjórna. Samstarfsnefndinni er falið að setja verkefninu nánari verkáætlun og tímaramma. Sveitarstjórn Rangárþings ytra lýsir því jafnframt yfir að hún muni ekki nýta heimild í 2. málsgrein 120 grein sveitarstjórnarlaga komi til þess að sameiningartillagan verði samþykkt af íbúum í hluta sveitarfélaganna. Í því felst að hafni íbúar einhvers sveitarfélaganna tillögunni sameiningu í kosningum muni aðrar sveitarstjórnir ekki taka ákvörðun sameiningu þeirra sveitarfélaga án þess að hafna verði nýja sameiningarviðræður og kosið að nýju. Og orðið laust. Já, Margrét Hörpu. Já, án þess að vera með málalengingar. Ég held að þessi íbúakönnun sem var gerð, hún sýndi vilja til þess að skoða þetta allavega. Við gerum náttúrulega athygli á því að ef að öll sveitarfélögin ákveða að fara í þessar formlegu viðræður, þá munu þær viðræður enda á íbúakosningu. Þannig að þá mun náttúrulega, já, og sú kosning er bindandi. Þannig að ef það er samþykkt í öllum að þá náttúrulega sameinast þau, en ef eitt hafnar að þá munum við ekki ganga til samninga. Þannig að, já, en þetta er bara mjög spennandi, eins og margt annað. Takk. Já, sammála því. Ekki fleiri hvaðsir ljós, þannig að þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 31, Lundur stjórnarfundur 6, stjórn Lundar óskar eftir afstöðu sveitarfélagsins til stofnunar, sjálfseignarstofnunar heimilið. Tillaga að sveitarstjórn Rangárþings ytra heimili fyrir sitt leyti að skoða verði með stofnun sjálfseignarstofnunar Lund þegar tillaga liggur fyrir samþykktir verði þær kynntar sveitarstjórnum áður en til endanlegrar afgreiðslu kemur. Samhliða þarf að skoða framtíðarskipulag fyrir gjafasjóð Lundar. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er liður 32, félagsmálanefnd, 81. fundur, fundargerð lögð fram til kynningar. Og liður 33, félagsmálanefnd, 82. fundur, fundargerð og fylgiskjöl, fundargerð lögð fram til kynningar. Og liður 34, aðalfundur Suðurlandsvegar 1-3 HF 2020, fundargerð og skýrsla stjórnar lögð fram til kynningar. Margrét. Já, ég bað ég hef ekki séð að sé komið inn, það getur vel verið að það yrði sett fundarboð, ég sá ekkert fundarboð með þessum fundi. Fór einhvern veginn fram hjá manni? Það er með málinu bara opið. Er það komið núna undir málið? Já. Ok. Fyrsta mál. Fyrirgefið, en var engin dagsetning, var hann boðaður með löglegum fyrirvara? Ég bara svona formsins vegna, af því að þetta er líka aðalfundur fyrir, er þetta ekki aðalfundur fyrir 2 ár?
það Já, ekki? já, hann var boðaður bara með löglegum fyrirvara. Ég tók við fundarboði fyrir hönd sveitarfélagsins og mætti á þennan fund. Ok, gott, takk. En það Hann passaði upp á það allt saman. hvort að það ætti að bæta þarna inn sko að þetta sé fyrir hvað er þetta ekki fyrir 2018 og 19? Hvort við ættum ekki að til útskýringar? Óttið þegar ég má. Gjaldgjörðsval. Það kemur allt fram í þessum skjölum sem eru þarna alveg í bak og fyrir og fólk getur bara að lesa þetta og séð þetta allt saman. Og þetta er bara til kynningar. Það er fundargerðin sem við erum að kynna en ekki aðalfundarboðið. Bara svo það sé tekið fram. Ok, já, er það ekki bara, þetta er allt þarna opið undir málinu, þannig að það geta þeir kynnt sér það sem það vilja. Liður 35. Þjóðgarð á miðhálendinu. Frumvarp á Alþingi. Tillaga bókun. Nú þegar frumvarp þjóðgarð á hálendi Íslands er komið til umfjöllunar á Alþingi, þá telur sveitarstjórn Rangárþings ytra rétt að árétta að í aðdraganda þessa máls hefur sveitarfélagið þrígang sent inn sínar athugasemdir. Sveitarstjórn mun senda inn umsögn að nýju nú þegar óskað er eftir slíku á milli umræðna á þinginu. Jafnframt mun sveitarstjórn óska eftir fundi með þeirri þingnefnd sem fer með málið til þess að skýra okkur afstöðu varðandi frumvarpið. Rétt er að halda því til haga að verði stofnun hálendisþjóðgarð samkvæmt þeim drögum sem liggja fyrir munu alltaf 3/4 hlutar sveitarfélagsins Rangárþings ytra með Rangárvallarafrétti, Landmannaafrétti og 3/7 hluta Holtamannaafréttar verða innan þjóðgarðsins. Það er því mikilvægt að hér sé vandað til verka og að fullvissa sé fyrir því að það sem lagt er til að gera sé til góðs og í sátt við heimamenn og aðra. Og orðið laust. Yngvi. Gjörðu Yngvi. Já, það sko, finnst eiginlega þetta þurfi að kveða svolítið skýrar að í þessum málum. Í mínum huga eftir því sem ég hef lesið það eins og málið er sett fram að þá er þetta algjörlega óásættanlegt fyrir sveitafélögin. Það hlýtur að vera þannig að það þurfi að byggja framtíðarskipulag á skipulagsvinnu sveitafélagana og mér finnst að það eigi að vísa þessu frumvarpi aftur tilbaka og láta vinna það betur í meiri samvinnu og sátt við sveitafélögin til þess að þetta geti farið fram og við þurfum að kveða bara skýrt á orði. Það þarf að vinna þetta betur fyrir okkur. Þetta vitum við það að meiri hluti íbúa okkar sveitafélags eru á móti þessu eins og þetta er. Þetta þarf ekki kannski að vera svo slæm hugmynd ef að þetta er gert rétt. En það verður að gera þetta rétt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Yngvi. Það er rétt hjá þér og Haraldur, þú varst búinn að biðja orðið. Já, þetta er svo alveg rétt hjá Yngva, það er náttúrulega að skýta orðið en ég held að þessi pistill núna, hann er nú bara svona forleikurinn af því sem koma skal. Það er ekki búið að biðja okkur umsögn frumvarpið á þessu stigi, sko, og búið að breyta því heilmikið. Ég á nú ekki von á öðru að við setjumst vel yfir það og reynum að semja einhverja greinargerð þegar það kemur. Takk. Já, takk fyrir þetta. Yngvi. Gjörðu Yngvi. Já, sko, það sem ég á við í þessu að við þurfum í raun og veru strax að gera svolítið skýra afstöðu okkar, sérstaklega gagnvart þingmönnum okkar kjördæmis, þannig að þeir viti hug okkar og ýti þá frekar málin í þá átt að þetta sé farið að vinna þetta í meiri sátt eða meiri samvinnu heldur en var gert. Það er það sem ég meina. Ég veit að við eigum eftir að taka betur á þessu en því fyrr sem við komum skýrum skilaboðum, að því betra. Takk fyrir. Takk fyrir það. Fleiri?
Svo ekki þá fer ég þetta upp þeir sem geta samþykkt þessa bókun, gjöfmerki. Samþykkt samhljóða. Það var að liður 36. Viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID-19. Rangur Gitra, minnisblöð sóttvarnalæknis og fleiri upplýsingar. Þetta til kynningar. Liður 37, manntal og húsnæðistal frá Hagstofu Íslands og það til kynningar. Og þá nú dagskráin dæmd hjá okkur og fundargerðin að loknum yfirlisti fundargerðar og staðfestingar með rafrænum hætti gegnum Signet. Fundi slitið klukkan 20:05.